Komið þið sæl og velkomin að rauða borðinu á þessum ágæta þriðjudegi þegar allt logar í deilum samband Íslands og aðildar að ESB, þjóðaratkvæði framundan. Ég heiti Björn Þorláksson. Við ætlum að enda þennan þátt á andlegum málefnum, áhugi á trúmálum virðist fara ört vaxandi og prestar greina breytingar í kirkjustarfi. Fólk meira leitandi en áður. Nú séra Sveinn Valgeirsson, dómkirkjuprestur, hann reynir að greina orsakir breytingarna, liggja þær í hamfara kvíða eða hvað? Við spyrjum þeirra spurninga. Nú því kannski skylt, beint eða óbeint, ætlar hún María Lilja okkar að spá í framtíðina. Það Urður Vala og Tíbrá Mirra Freys dætur kasta þeim bolta milli sín. Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur, ræðir umræðuhefð stjórnmálamanna í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Sögulegan fróðleik ber á góma sem og hendistefnu pólitíkusa sem dæmi þegar EES-samningurinn var samþykktur. Sagan að endurtaka sig. Nú, doktor Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hann ræðir opinbera styrki í þjóðaröryggismálum og einkum í millilandaflugi Íslendinga vegna veikrar stöðu Icelandair sem hægt að kaupa á slikk. Samgöngur hrun gæti orðið stærri skaði fyrir þjóðarbúið en sjálft bankarunnið, segir Haukur. En við hefjum leik á máli málanna. Framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, Þórður Snær Júlíusson, efast ekki að í efnahagslegu tilliti gæti verið eftir miklu að slægjast fyrir Ísland að ganga í ESB. Þórður Snær sest hér við rauða borðið eftir andartak en við fáum fyrst auglýsingar. Áður en að því kemur langar mig að minna ykkur á að halda áfram að deila efni samstöðurinnar á samfélagsmiðlum og sérstakar þakkir fá þau ykkar sem hafið litið við á vefslóðinni samstöðin.is og hakað þar við áskriftar eða stuðningsnappinn aðeins 2.750 krónur á mánuði. Við erum útvarp 89,1, við erum á hlaðvarpsveitum öllum helstu, við erum á Spotify, YouTube, Facebook, það hægt að fylgjast með okkur í beinni útsendingu eða þið lækið samstöðuna á Facebook og svo erum við Rás 5 á símanum og förum ansi víða en hlaðborðið framundan hér eftir andartak. Þakklæti kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður gott og það alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Fatamarkaður vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það ekki bara föt heldur allskins munir og svo alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður vorstjörnunnar. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið þið sæl aftur, þá störtum við rauða borðinu og málmálana náttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður nú að teljast líklegt að eigi sér stað í ágúst, öruggur meirihluti fyrir því. Á þingi við vitum ekki hvað umræðan mun dragast lengi, við vitum það að það enn verið að ræða þetta mál á þingi nú og sitt sýnist hverjum. Mér var hugsað til þess að einn þeirra blaðamanna sem hefur skrifað kannski einna mest
efnahagsmál ESB og hvað myndi breytast hann framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar en það tiltölulega nýlegt jobb hjá honum og mjög lengi þar á undan var hann að skrifa pistla sem að ég fylgdist með og hann komin hingað til þess að hefja dagskrána með okkur. Vertu velkomin Þórður Snær Júlíusson. Takk. Sko stóra spurningin sem að við erum ef við komumst handan við hávaðan sem í umræðinni tengdur hvernig þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ber að og svo framvegis og ég veit ekki hvort ég nenni svo mikið að ræða þau læti öll sko. Gott. Já, útsáttu við það. Ef við stökkum reynum að fara aðeins fram í tíman. Ef íslenska þjóðin mun komast að þeirri niðurstöðu í þjóðaratkvæðisgreiðslu að já, hún vilji viðhalda að taka upp viðræður, halda þeim áfram við ESB. Ertu sannfærður í hjartaðinu það að það yrði íslenskum almenningi til góðs? Ég ætla bara að byrja að segja að Evrópusambandið engin töfralausn á neinum vandamálum sem Ísland glímir við. Það eru kostir og gallar við það að vera fullur aðili að svona sambandi og stundum markast það algjörlega hvar þú situr og hvaðan þú kemur. Ólíkir hópar geta augljóslega séð einn hópur sé eitthvað sem kost sem annar sé sem galli. Það algjörlega fyrirliggjandi í mínum huga líka, svo ég klári fyrirvarna fyrst, að ég myndi ekki sætta mig við það að ganga í Evrópusambandið, að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið nema ákveðnum skilyrðum uppfylltum, að það tekin tillit til sérstöðu Íslendinga á margan hátt. Ef að fara yfir það skilyrði, kannski bara áður en lengra haldið. Við getum alveg gert það og ég sko bara til þess að þú veist að vita svona eins og ég áður en ég var blaðamaður þá var ég komið með mikið áhuga. Ég skrifaði BR-ritgerð um Evrópusambandið, ég skrifaði mastersritgerð möguleika Íslands í Evrópusamstarfi og tók mastersgráðu í evrópskum og alþjóðlegum stjórnmálum. Þannig að þú ert langsérfróður þetta mál. Ég ætla að vera með mikinn áhuga á þessu í mjög langan tíma. Þrátt fyrir að þessar ritgerðir séu löngu úreltar sökum þess að heimurinn hefur breyst mikið. Það algjörlega skýrt í mínum huga að Ísland auðvitað fámenn eyja út í miðju Ballarhafi og það þýðir að með svona tiltölulega einfalt efnahagskerfi fáa stóður undir okkar efnahagslega veruleika, miklar fjarlægðir, allt þetta þarf að vigta inn í og þar á ég við það hvernig útfærslan að aðkoma okkar að stýringu sjávarútvegsmála yrði, þar á ég við það að svona framtíð þess hvernig orkukerfið okkar verður hluti af Evrópu, að hún sé í okkar höndum vegna sem við erum með lokað orkukerfi og þangað til að við tengjumst með streng þá verðum við áfram með lokað orkukerfi og ég algjörlega á þeirri skoðun að sú ákvörðun þarf alltaf að líka hvíla hjá ekki bara stjórnmálamönnum í Íslandi, þegar þjóðinni sjálfur hvort að við eigum yfir höfuð að tengja okkur með streng við meginlandið eða aðra pósta. Það þarf að taka tillit til þess að við erum gríðarlega háð flug og sjósamgöngum og það þarf að vigta inn í það hvernig aðlun okkar að Evrópusambandinu yrði, að það sé ekki sérstakt tillit til þess. Ættum við að fá afslátt frá mengunarskatti í ljósið þess að við getum ekki tekið lest til Kaupmannahafnar, við þurfum að fljúga þangað? Við erum auðvitað með afslátt eða undanþágu frá ETS-kerfinu eins og það og það hefur komið skýrt fram. En hún hættu? Já, það hefur komið skýrt fram hjá núverandi ráðamönnum og það hefur verið að ræða það að fá ákveðna framlengingu á því. Það liggur alveg fyrir að kerfið sem sett til þess að reyna að ýta fólki í það að nota frekar lestar en flugvélar. Það flóknar fyrir eyju þar sem næsti póstur kannski 2000 kílómetrum í burtu sko og það enga lestarsamgöngur neitt, hvorki innanlands niður til annarra landa. Þannig að það svona, mér alltaf veist að það lógík á bakvið það hvernig Evrópusambandi nálgast þau ríki sem eru hluta sambandinu og við líka séð það bara gegnum EES-samningin. Þannig ég hef ekki stórtækar áhyggjur af því að það verði ekki tekið tillit til sérstöðu Íslendinga. Og fyrir utan það að þessi barlómur að
það hefur engar undanþágur verið veittar nokkru sinni, hann þetta í besta falli fáránlegur. Þetta lygi. Já, og ég meina, það svo auðvelt og einfalt að fletta því öllu saman upp. Malta með undanþágur, Danmörku þetta fengið margháttaðar undanþágur, það var sniðir búin til sérstök umgjörð utan landbúnað í Finnlandi, Írar fengu undanþágur meðal annars á menningarlegum grunni fyrir það að þungunarof, að það setja ekki sérstakt tillit til svona menningarlegt hlutverks þungunarofs í þeirra samfélagi. Það alls konar mismunandi tegundir af undanþágum og sérlausnum sem hafa verið veittar innan Evrópusambandsins í gegnum tíðina og það engin ástæða til þess að Ísland ætti ekki geta fengið einhverja slíkar og það hefur alltaf verið svona framanlega hjá þeim sem hafa talað hart fyrir því Ísland gangi inn í Evrópusambandið að það gerist ekkit bara algjörlega á forsendum Evrópusambandið, það mun líka gerast á okkar forsendum. Já. Ég held að sé alveg ljóst að sjávarútvegsöflin á Íslandi hafa þeim hefur tekist að halda lokinu svo þétta á þessum potti að það hefur bara stundum bara verið illa séð að ræða aðild að ESB í fjölmiðlum. Það eru áratugi aftur, man ég, búin að vera mjög lengi í blaðamennskunni þar sem að þetta hefur verið bara svona hálfgerð tabú og sjávarútvegsmálin hafa náttúrulega öðru fremur, þetta ekki sammála mér með það, verið langsterkasta fyrirstaðan fyrir því að það hefur varla mátt bara ræða þessar hugmyndir einu sinni. Það var rosalega sterk andstæða hjá sjávarútvegnum við aðildarumsóknina þegar farið í það ferli síðast, 2009 til 2013. Ég vongóður það að það sé breytt hugafar að minnstakosti hjá hluta þeirra sem eru atkvæðamestir í sjávarútvegi í dag. Við sáum til dæmis Guðmund Kristjánsson í Brim tala á þeim nótum fyrir ekkit svo löngu síðan og ástæðan einfallega svo að sum íslensku sjávarútvegsfyrirtækin eru á meðal sterkust sjávarútvegsfyrirtæki í Evrópu. Þau eru með útgefin kvóta innan Evrópusambandsins sem starfa í mörgum Evrópusambandslöndum. Þetta eru þeirra mikilvægastu útflutningsmarkaðir. Þau gera upp í evrum, er það ekki? Jú, og eru bara með, ég meina, þau eru með landvinnslu víða, eiga fyrirtæki í mörgum af þessu löndum. Þannig að það maður myndi ætla eftir þennan tíma og þau hafa byggst upp í þessi stórveldi sem þau eru í sjávarútvegi, ekki bara á Íslandi heldur á alþjóðamælikvarða, að þau myndu að minnstakosti einhverju þeirra að sjá sér töluverðan hag í því að Ísland geti gengið Evrópusambandið og verið nokkur ráðandi afl það hvernig sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins verður vegna þess að það ekkert land í Evrópu sem með jafn mikla hagsmuni á sjávarútvegi og það ekkert land í Evrópu sem hefur náð að byggja upp jafn arðbæran sjávarútveg á Ísland. Þannig að það eru allar forsendur fyrir því að áhrif okkar inn í sjávarútvegsstefnuna sem algjör hliðarbúgrein ef hún kallast það hjá flestum Evrópusambandslöndum að þau áhrif eru bara gríðarlega mikil. En Ólafur Þ. Harðarson mun hér síðar í kvöld við þetta rauðaborð tala til dæmis þessa tvo heima, landsbyggð og höfuborgina samanber nýjustu Gallup-könnun að það ekki nema 30%, 20-30% íbúa út á landi sem að vilja sjá ESB og þar af því ég með tengingar við landsbyggðina líka og sjálfur ættaður bara utan landi. Þar þessi ákomóti að framleiðslu atvinnuvegirnir, landbúnaður og sjávarútvegur, þetta fær allt til helvítis. Þetta fólk bara matað á röngum upplýsingum eða úreltum eða? Ég skil alveg hræðslu við breytingar. Það að kannski að breyta einhverju sem fyrir einhverju svona veitir einhverju staðfestu og eitthvað akkeri í tilverunni. Ég skil alveg hræðslu við þær breytingar. En já, að hluta til þetta að vera að mata fólk af kolröngum upplýsingum það að hér sé verið að stefna einhverju öryggi, afkomu öryggi okkar sem þjóðar og ákveðna svæða í hættu. Ég held að það séu mikið tækifæri fyrir landsbyggðina, ekki síður en bara landið allt, í því að ef að tekst að semja vel og veita ákveðnar öryggis og undanþágur fyrir aðild að ganga í Evrópusambandið vegna þess að Evrópusambandið meðal annars með mjög víðtækt styrkjakerfi sem beitt
ekki síst í það að efla byggðir, að svona einar dreifðu byggðir í byggðar þróun og auðvitað með mjög öflugt landbúnaðarkerfi líka. Það er ekkit ástæðu lausu að kapp landbúnaðarkerfið, það er tekið algjörlega út fyrir sviga í Evrópusambandinu þegar svona aðri markaðir voru frelsisvæddir og ég held að svona með við hvernig staðan hefur verið í landbúnaði hérna í allt of langan tíma þá stöndum við frammi fyrir því að þetta er kerfi sem er ekki að virka nægilega vel fyrir þá sem er að stunda landbúnaðinn, það er að segja bændurna sjálfa, þetta er kerfi sem er ekki að virka nægilega vel fyrir neytendurna sem er að kaupa afurðirnar vegna þess að verðið fer mjög hækkandi og og kerfið eins og kannski takmarkar einhverju leyti það vöruframboð sem við gætum mögulega fengið ef að við varum hluta stærra kerfi. Þannig að þá verður fólk líka bara að spurja sig að því fyrir hvern er það kerfi? Er það fyrst og síðast fyrir milliliðina og er það eðlilegt? Eigum við ekki kannski frekar að byggja upp kerfi sem gagnast þeim sem eru að vinna afurðirnar og leggja á sig alla þessa vinnu en eru fastir margir hverjir bara í fátækragildum sem eru bændur landsins og neytendurna sem eru þeir sem neyta varana. Hvað með samgöngumálin? Ég til dæmis heimsótti Madeira, hefur þú komið þangað? Nei. Þetta er bara svona klettur sko og þau talum fyrir ESB og eftir ESB, þetta er Portugalska eyja og þar urðu sko allar samgöngubreitingar til góðs eftir inngöngu í ESB koma alveg gríðarlegi peningar sem styrktu innviði þessar eyju alveg svakalega. Hvort sem það voru jarðgöng eða hvað það var það bara og þeir halda því fram að þeir hafa fengið svo mikið að styrkjum til þess. Er einhver von til þess hér? Já, þú finnur það bara og sérð það bara með augunuðinum þegar þú keyrir meginland Evrópu vegina sem eru merktir með Evrópusambandsfánanum sem eru þá að hluta til eða öllu leyti byggðir fyrir styrki sem eru veittir í innviðauppbyggingu og gríðarlega sýnilegt til dæmis í Austur-Evrópu. Ég fór til Póllands 2014-15 og svo, svona 2005-06 og svo aftur tæplega 10 árum síðar og það var heiminn og haf á milli þess veruleika sem maður upplifði, bara uppbyggingin var eiginlega óraunveruleg. Sérstaklega þegar maður horfði á innviði eins og samgöngu uppbyggingu og annað slíkt. Þannig að það er engin vafi að þarna liggja mýmörg tækifæri en það eru líka bara þetta er á svo mörgum öðrum sviðu. Ég meina, það er mjög umfangsmikið styrkjakerfi sem getur nýst við alls konar rannsóknir og þróun á hinu og þessu innanlands ef við göngum alla leiðin. Það auðvitað með því að taka upp annan gjaldmiðil þá hrindum við í burtu fullt af hindrunum sem eru til dæmis fyrir fjárfestingu í nýsköpun og við sjá kannanir sem eru gerðar og meðal þeirra sem eru að reka og setja fót nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi sem eru bara sem er ofsalega mikilvægt fyrir okkur að svona, ef við leiðum að sletta diversifya atvinnuvegin okkur og búa til fleiri stöndug fyrirtæki og fleiri atvinnuvegi, þá er mikill meirihluti þeirra sem segja gjaldmiðlið sé mikil hindrun fyrir fjárfestingu. Og við erum sem ríki búin að fjárfesta mjög mikið í nýsköpun, við erum að leggja feikilega fjármuni í endurgreiðslur fyrir rannsókn og þróun, kerfi sem hefur vaxið frá því að vera rúmu milljarður ári upp í 19-20 milljarður örfárum árum af ríkisfé vegna sem við erum að reyna að styðja við þessi fyrirtæki en svo þegar þau komast á næsta skref í fellinu, ná að vera nægilega burðu til þess að þetta kannski stíga næsta skref, þá er erfitt að sækja erlendu fjárfestinguna vegna þess að fjárfestandi setja fyrir sig gjaldmiðilinn og þeir setja fyrir sig svona, já, það sem því fylgir að þetta sé ekki nægilega stórt og öflugt efnahagssvæði og sama sjáum við þetta líka bara á hlutabréfamarkaði. Dýptin og íslensku hlutabréfamarkaði eru þetta ekkert sérstaklega mikil, 55% af hlutabréfum eru eigu íslenska lífeyrissjóða. Það eru mjög fáir erlendir aðilar inni á íslenskum hlutabréfamarkaði. Flest fyrirtækin sem eru skráð í íslenska hlutabréfamarkaði eru þjónustufyrirtæki sem eru bara með starfsemi innanlands.
þau eru teljandi nánast á fingurum annarra handar, bara gamla Marel, Amarok, Oculus, Alvotech, það ekki rosalega mörg önnur sem eru með einhverja alþjóðlega starfsemi og svo sjávarútvegsfyrirtækin, en sem eru svona annars eðlis, auðlindadrifin fyrirtæki. Svo ertu bara með nokkra bankar sem starfa meira og minna bara innanlands, nokkuð tryggingafyrirtæki sem starfa meira og minna bara innanlands, matvöruverslanir, oljuseljendur eða bensínseljendur sem starfa meira og minna allir innanlands og þarna liggur þetta bara kannski stóra vandamálið við hinn íslenska veruleika að við erum með rosalega mikið konsentrera fjármagn. Því fjármagni líður rosalega vel, að mörguleiti þetta kannski hópar einstaklingar sem hafa haga því að komast þangað sem þeir komust vegna þess að þeir hafa aðgangað upplýsingum, peningum annarra og aðkomu að lykil ákvörðunum í gegnum stjórnmál og kunna vel við þetta kerfi og velja verja og þetta leiðir að sér að við erum með svona einokunar eða fágætismarkaði nánast á öllum alvöru mörkuðum sem skipta okkur máli dag frá degi. Við förum út og við ætlum að velja okkur banka og það svo sem við getum rosalega mikið fjölbreytileika að velja þegar út að velja kannski hvernig húsnæðarslán ætlar að vera með. Við förum að velja okkur tryggingafélag og þetta virðist meira og minna allt sama verðið. Við förum í matvöruverslun og finnum engan mun þótt að lógóðu séu öðruvísi og það að telja svona áfram. Fjarskipti, bara eldsneytissala, nefndu það. Myndu við fá samkeppni frá Evrópulöndum eftir eingöngu í ESB? Já, við ættum að minnsta kosti að fá það vegna þess að þá ítum við öllum hindrunum og vegi fyrir aðila að setja upp bara útibú á þessum mörkuðum og það ætti þá að hrinda af stað virkri samkeppni sem óhjákvæmilega getur ekkit annað gert en að bæta hag neytenda. En af hverju hrindir Kristrún ekki á stað virkri í samkeppni með því að nýta stöðu sína sem forsætisráðherra í að gera Landsbankann aðeins geðfylltari stofnun og breyta vaxtastiginu þar og hinni myndi þá kannski elta í einhverju samkeppni og svo framvegis. Við getum nú skoðað eina hlið á því að núna á fjárlögum síðasta árs var reiknað með að Landsbankinn myndi borga til eiganda síns ríkissjóðs og þar með almennings alls 15-16 milljarða. Hann að fara að greiða 35 milljarða. Bæði hærri almenna arðgreiðslu en hann ætlaði sér að gera, eða þess að það var reiknað með fjárlögum og svo hann að fara að greiða sérstaka arðgreiðslu þar sem hann að fara að tappa af umfram eigin fénu sínu með því að breyta samsetningu þess. Þannig að það þetta ein leið fyrir því að skila fjármunum aftur til almennings að eigandinn sem þetta ríkið sem almenningur allur vegna þess að stjórnmálamenn vinna fyrir almenning. En bara fyrir hennar skulduga? Já, en aftur, þetta að minnsta kosti ein leið til þess að gera það. Hitt þá eitthvað ferli sem þarf að fara í gegnum og breyta eigendastefnunu sem hefur ekki verið breytt núna frá því 2022 í mann rétt og ég bara sannasagna veit ekki hvort að það sé einhvern veginn á dagskrá hjá núverandi ríkisstjórn að gera það, en þetta að minnstakosti finnst mér mjög mikilvægt skref að banki, fyrirtæki sem í eigu, þjónustufyrirtæki sem í eigu hins opinbera geti skila svona miklu fjármunum aftur inn sem þá hægt að nýta í það að auka velferðina. Það megin markmið þessar ríkisstjórnar, það vöxtur og velferð. En burtséð frá samkeppninni sem mögulega kæmi til þá ný með aðild að ESB, yrði viðskiptaumhverfi mónítorað með þannig hætti eftir aðild að fákeppni, samráð og öll þessi drulla sem að liggur hér í íslensku viðskiptalífi og á kostnað neytenda, á kostnað almennings, myndi það eitthvað breytast? Við getum litið bara til þess sem við fengum til dæmis með EES-samningum þegar hann var gerður vegna þess að við höfum fengið alveg ótrúlega hluti með því að taka upp þetta regluverk sem fylgdi því að við samþykktum þann samning, til dæmis stjórnsýslulög og alls konar lög neytendavernd sem voru ekki til staðar hérna á Íslandi áður og þú
ég held ég þurfi ekki að rekja það upp fyrir þér hvað sko, stjórnsýslulögin hafa gert fyrir það að draga úr frændiglinu og nepotismanum hérna á Íslandi, skilur. Þú veist, það er bara heiminn og haf það hvernig landið og hið opinbera var rekið hérna fyrir tíma samningins og svo eftir að þessi innleiðing kláraðist. Þannig að já, ég hef bara mjög réttmætar væntingar til þess að ef að við verðum hluti af stærra mengi og fáum hérna virka samkeppni þá losnum við margt af þessum dreggjum sem okkur vantar svo sárlega að losna við og ekki eitthvað sem er gott fyrir þjóðina í heild heldur fyrir litla hópa sem hér hafa komið sér vel fyrir. Getum við gengið í ESB og haldið íslensku krónunni? Nei. Því hljótsvarað? Já, það er útilokað fyrir ríki að ganga í Evrópusambandi núna og ætla viðhalda eigin gjaldmiðli, já, það held ég sé bara hægt að fullyrða það. Þau sem hafa haldið sínu gjaldmiðli eru ríki sem gengu inn fyrir tíma evrunar og auðvitað eru svona lausnir eins og Danir eru með þar sem þeir eru bundnir við hana en halda sínum gjaldmiðli samt sem áður en það er líka það væri fullkomlega galið að fara alla leið inn í sambandið og ætla að viðhalda íslensku krónunni vegna þess að kostnaður við íslensku krónuna er umtalsverður. Hve mikill er hann? Það eru svona skipta skoðunir á því þannig að ég ætla ekki að kasta fram tölunum en hann er umtalsverður, hann hleypur á 20 milljóra þeim minnsta á ári. Við erum alltaf með gjaldeyrisvaraforða sem við viðhöldum sem er gríðarlegur upp á mörg 100 milljarða króna sem þyrfti ekki lengur og við erum að beita, ég veit ekki hvað svona jafnaði kannski, ég veit ekki 30-40 milljörðum á ári til þess að halda krónun innan veikmarka og þetta bara er ágætlega kortlagt í skýrslu sem lifir enn góðu lífi framtíðar möguleika Íslands í gjaldeyrismálum sem Seðlabankinn vann hérna í tíð síðustu vinstristjórnar en Seðlabankinn sem sjálfstæð stofnun og þar er raunverulega niðurstaðan að það eru 2 valmöguleikar sem stöndum frammi fyrir. Það er króna með hækjum sem er það sem við erum með núna. Við erum auðvitað ekki með frjálsfljótandi krónu vegna þess að Seðlabankinn er með þannig varaforða og grípur inn í upp og niður til þess að halda inn innan veikmarka eða að taka upp evru með því að gangi Evrópusambandið. En sveigjanleika rökin að við þurfum þennan sérvitra gjaldmiðil okkar til þess að jafna út sveiflur og atvinnuleysi yrði miklu meira ef við gætum ekki verið með okkar eigin gjaldmiðil. Ísland er mjög ríkt land. Við erum með mjög sterkar stoðir þótt að séu fáar undir efnahagnum okkar og okkur hefur gengið mjög vel að skapa störf. Okkur gekk svo vel að skapa störf að við vorum svo langt í frá því að vera með íbúa til þess að manna öll störfin þegar við byggðum upp heilan nýjan grundvallar atvinnuveg sem er ferðarþjónusta og fórum úr í að vera með 500.000 ferðamenn í að fara í að vera með yfir 2 milljónir á ári og afleiðingin þetta er þetta lágframleiðinni atvinnugrein og afleiðingin þessu er það að við höfum að flytja inn alveg gríðarlegt magna fólki til þess að manna störfin ekki bara í ferðarþjónustu heldur líka í öllum afleitu geironur sem vöxtur ferðarþjónustunar hafði áhrif á sérstaklega þetta byggingageiran. Og kallaði fram alls konar áskoranir? Já, bara og áskoranir sem stöndum frammi fyrir í dag. Ég held að þú veist það blasi við öllum að þetta setti þrýsting á alls konar innviði, hvort sem það er húsnæðismarkaður eða heilbrigðis kerfið eða menntakerfið og samgöngur og svo framvegis og það eru þetta hluti af þeirri risastóru áskorun sem ríkisstjórnin stendur frammi fyrir í dag er að taka á þessari innviðaskuld sem skapast meðal annars vegna þessa og svo það sem sagt hátt og skýrt þá er þetta ekki með neinum hætti fólkinu sem hinga flutti að kenna. Það kemur hingað vegna þess að það er eftirspurn eftir því og leggur gríðarlega mikið á sig og mikið fram til þess að stuðla hérna að hagvexti en þegar við horfum á hagvöxtin deilt niður á mann og leiðréttum fyrir fólksfjölgunni þá er hann enginn frá 2018. Það er alvarleikinn að við erum ekki að vaksa með nægilega mikill verðmætasköpun og það er áskorunin sem
nú þetta ríkisstjórnin að reyna að takast á við þess að það verður að reyna að búa til þess atvinnustefnu til 10 ára, þar sem áherslan á þetta, búa til fleiri betur borgandi störf út allt land og að leggja áherslu á greinar sem geta skapað aukin verðmæti með aukinni framleiðni. Þannig að svarið við þessu að ég hef aldrei keypt þessi rök með þennan ægilega sveigjanleika vegna þess að það er alltaf önnur hlið á þessum sveigjanleika þegar það var að veikja krónuna til þess að rétta við útflutningsgreinarnar. Ef við horfum á vexti og verðbólgu, til dæmis sérstaklega verðbólguþróunina, ég meina eina skipti sem á þessari öld frá aldamótum sem við náðum einhverjum tökum á verðbólgunni það voru gjaldeyrishöft sko. Skilur, þú veist, yfir einhvern svona almennilegan tíma og eftir að höftunum var lyft 2017 þá leitaði hún mjög hratt aftur yfir markmið og að meðaltali eru að horfa á verðbólgu sem í kringum 5% á þessari öld og vexti sem í kringum 7%. Sama tíma við erum með 2,5% markmið hjá Seðlabankanum. Gjör svona glatast. Bara alltaf með þetta markmið og við erum ekkert að náð, hann mjög sjaldan að ná þessu markmiði. Það orðið bara... Þetta galin stefna. Já, og þannig þú veist, það alltaf þessi rökum það að við losnum við atvinnuleysi vegna þess að við séum með svo mikið sveigjanleika í krónunni, þau halda ekki fyrir mér. Nei. Og það að losna við það að einhvern veginn að setja verðstöðuleikan alltaf á herðarnar á ræstiteknónum sko, vegna þess að ef við horfum á bara eins og staðan í dag í efnahagskerfinu, að mörguleiti gengur okkur ógeðslega vel. Það bara staðreind. Við erum með bara 2% hagvöxt í ár, þjóðin ansi rík, einkaneysla ennþá að vaksa, þrátt fyrir að Seðlabankinn sé búin að kasta öllu sem hann á til þess að reyna að hemja þessa neyslu sko. Og vandamáli bara dálítið, að mörguleiti dálítið heimatilbúið, meðal annars í lánakerfinu okkar, að ef að fólk vill ekki láta stýritæki Seðlabankans bitna á sér, þá skiptir það bara úr óverðtryggðum yfir verðtryggðum. Og það sem fólk gerði í ummörpum þegar stýrivextir fóru hækkandi og þess vegna eru þeir ekki að býta eins og til stóð. Og ef allt gengi vel hérna, þá náttúrulega engin ástæða til þess að ganga í ESB. En þú nefnir vextina og það þessi bölvun sem hvílir á herðum hins skulduga Íslandings að greiða húsnæði sitt 3 sinnum, jafnvel 4 sinnum. Það þessi sturluðu raunvextir. Engin skilur af hverju þeir eru svona háir en þeir þurfa að vera svona háir og það alltaf verið að reyna að breyta hegðun Íslendinga til þess að ná tökum á verðbólgu og það virðist ekki nema að hluta til vera hægt. Unga fólkið, ég hef reyndar ekki aldursgreiningu á Gallup-könnuninni sem Ólafur Harðarson ætlar að ræða hérna síðar í kvöld, en unga fólkið, það kveikir svolítið á því að það ætti náttúrulega ekki að vera leggjandi á fólk að borga hverja kúlu sem það fær að láni í húsnæðislán 3 eða 4 sinnum tilbaka. Ertu handviss í hjartaðinu það að þessi veruleiki, hann yrði úr sögunni með eingöngu í ESB? Já, þetta ekki bara, þú veist, vextirnir vegna þess að við erum einhvern veginn fast, við erum svo först í einhvers konar vítarhing, skilur við erum hérna, ég myndist hérna áðan á að við erum auðvitað með sko fágætisumhverfi sem getur svona eiginlega stilt arðsemiskröfu sína eftir mati á getu heimila til þess að eyða peningum. Eða þetta svona hljómar skiljanlega og ég meina, sá sem rekur matvöruverslunina eða sá sem að reka bankan horfur á býtu, það stanslausar launahækkanir, ef við ekki að stilla bara arðsemiskröfun okkar að í tengslum við það hver launahækkanir eru og af hverju stanslausar launahækkanir, jú, til þess að standa undir þessu vaxtastígi og verðbólgunni sem fylgir því að arðsemiskrafan kannski of há og svona gengur þetta bara í hringi, þetta verður eitthvað svona vítarhingur eða spírall sem myndast. Það engin vafi að við myndum standa frammi fyrir allt öðrum veruleika
varandi vaxtastig ef við göngum inn í Evrópusambandið. Við getum bara hort á sögu Króatíu í þeim efnum sem voru með vexti sem voru í kringum 10% árum saman og eftir að þið tók upp evruna þá eru þau með lægri húsnæðisvexti en í Þýskalandi. En það mun líka þýða að við þurfum að breyta ýmsu öðru hjá okkur. Þær viðvarandi launahækkanir sem við höfum búið við þær verða ekki jafn skarpar samhliða, þannig að við munum fá eitthvað út úr einum stað en við þurfum kannski að gefa eitthvað annað eftir til þess að mynda þennan stöðuleika og þennan aga sem við þyrftum að vera með ef við ætlum að vera hluti af Evrópusambandinu og það er gott. Ég held að það sem við fáum fyrst og síðast kannski úr þessu er fyrirsjáanleiki. Það er að segja að þú tekur húsnæðislán og þú svona sirkabát veist hvernig það mun þróast yfir tíman sem þú tekur það. Þú ert ekki einhvern veginn orðin sérfræðingur í verðtryggingu og þróun og undirliðum verðbólgu eins og annarkvert heimili þarf að vera eins og einhver lítill vogunarsjóður sem er að stunda áhættu fjárfestingar bara vegna þess að þau eru meitt húsnæðislán. Já, það er bara þannig. Og þetta held ég að það sem sé mjög eftirsóknarvert fyrir marga, það er meiri stöðuleiki og meiri fyrirsjáanleiki í þessum málum og klárlega mun þetta skila meiri í vasan hjá fólki, það er engin vafi þarum. Engin veit hvenar næsti stórsjór fellur á mann í skopparabolta hagkerfinu og svo hefur líka bara verið svona mjög kennitölubundið. Það er bara svona ákveðið lott og hvort þú fæðist 55, 60, 65, 70 eða 75. Hvaða aðgengi þú hefur til dæmis inn á húsnæðismarkað og fleira, hvort þú fékkst námslán sem brunnu upp og þurftur ekki að borga það tilbaka, óverðtrið einhverju verðbólgu og svo framvegis. Þetta er náttúrulega sko, þetta er mjög frumstætt efnahagslíf að mörgu leyti sem er hér að baki á djöflæginu og þessi stöðuleiki er eitthvað sem við höfum nokkuð tíma búið við hann. Nei, og ég ólst upp við þessar sögur alls saman af fólkinu sem var heppið og óheppið á 9. áratugnum. Þeir sem verðbólgan át upp lánin hjá og þeir sem dráu stuttastráið þar og sama fólk sem lendi í vandræðum á 10. áratugnum og svo hrunið og áhrifin sem það á fólk og svo er líka bara fólk sem eru ofboðslega heppið í uppgangnum á undanförnum árum ekki vegna þess að það hefur einhverja getu. Ég get bara sagt bara fyrir sjálf á mig, ég og kona mín höfum tiltölulega heppin vegna þess að við höfum bara óvart verið að skipta húsnæði á réttum tíma. Og það er bara henta þannig að þegar við höfum verið að skipta, þegar við fórum inn á húsnæðismarkaðinn þá var það fyrir algjöra slembilukku háréttu tími. Þegar við skiptum síðan næsta húsnæði þá keyptum við rétta tegunda húsnæði á háréttu tíma og það hækkaði mjög mikið í verði sig á okkur tækifæri til þess að kaupa næsta húsnæði. Og það eru svo margar svona sögur og að þetta sé einhvern veginn svona lotteri Tilviljanir, tengsl, heppni og óheppni. Já, en svo bætist ofan á núna á síðustu árum vegna þess að við erum þetta tiltölulega ung þjóð og það hefur ekki verið rosalega mikið að eignartilfærslum á milli kynslóða í sögu nútíma Íslands, skilurðu, það er bara flestir hafa ekki átt að mikið peninga, það hefur verið mikið til skiptana, þetta hefur verið tiltölulega lágar fjárhæðir hjá flestum sem hafa verið að ganga á milli kynslóða. Þetta er að breytast mjög hratt vegna þess að við erum auðvitað búin að efnast mjög mikið á síðustu 20-30 árum og arfgreiðslur sem er að fara á milli kynslóða núna eru verulegar og núna sjáum við til dæmis í tölum að fyrirframgreiddur arfur þegar áskoranir og húsnæðismarkaði jukust mikið þá er fyrirframgreiddur arfur að aukast gríðarlega og það þýðir þá að þeir sem eru með töluvert mikið auka á milli handana geta veitt sínum niðjum, börnum eða öðrum ættingjum, forskot umfram hinna. Efnahagsleg stéttaskipting. Það er það. Sem mun bara ráða lífi og dauða á húsnæðismarkaði. Og þetta eru þetta að séu svona mismunandi tækifæri til þess að koma þakki yfir höfuðið, það sýnir að það er eitthvað bogið í kerfinu okkar að það skipti langmestu máli núna hverra manna þú ert ekki hvað þú getur eða hvað þú er fram að færa þegar kemur að því að fá bara staðfestuna sem þú þarft til þess að byrja lífið sem er það að koma þakki yfir höfuðið svo getið búið til fjölskyldu og svona fundið þinn farveg og allt þetta sko. Herskylda
Tengist hún, ef við göngum í ESB, fáum við einhverja hvað með herskyldu? Nei. Þetta spurning sem ég fekk frá lesanda. Já, nei. Það Evrópusambandið hefur nokkur sinnum svona dufla við það að þróa leiðir í þessu málum, en það svo langt frá því að vera federalíst eins og það í dag, að það ekki fyrir séð að það verði einhvers konar evrópskur her eða krafa á aðildarríki að þau setji upp her, ekki fyrir að það krafa slíkt á okkur í NATO sem hernaðabandalag og við erum stofnaðilað, einfallega vegna þess að við erum tæplega 400.000 og sá her, það sjá það allir að slíkur her, hann yrði fyrst og síðast til málamynda og við höfum lagt okkar að mörkum í öryggis- og varnarmálum með allt öðrum hætti, bæði með því með aðstöðu og uppbyggingu á aðstöðu hér á landi sem NATO er notið mjög góðsað og núna í töluveri aukinni uppbyggingu vegna breyttar aðstæðna í heiminum og með því að sinna borgaralegum verkefnum eins og flugumferðarstjórn eða alls konar annari verkefni, svo þetta er upplýsingamiðlun og slíku og hefur bara verið góðu bragur að, þannig að við eigum auðvitað bara að halda áfram að gera það sem við erum góði og getum lagt að mörkum og ég held að það veri engin krafa okkur hvort innan Evrópusambandsins eða innan NATO að við förum að innleiða herskyldu eða að byggja upp einhvers konar hernaðarlegan svona viðnámsþrótt vegna þess að við erum augljóslega ekki með neina getu þess að gera. Komumst ekki lengra. Kæra þakki fyrir komuna. Þóru Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Já, það má kannski segja að hann Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hafi gert allt vitlaust með grein sem hann skrifaði á Vísi í síðustu viku. Hún ber hógvært nafn, ábending til þjóðaröryggisráðs og ríkisstjórnarinnar, en hann má segja að einhvers konar snjóhengja hafi farið af stað í kjölfarið og við viljum að fara yfir bæði greinina, efni greinarinnar og viðbröðin núna og eftir hann komin hérna til mín, hann Dr. Haukur, vertu velkomin. Takk fyrir. Það nú ágætt venja í útvarpi og sjónvarpi þegar vitnað til greinar í upphafi samtals eins og við ætlum að eiga að gefa höfundi greinarinnar bara kost á að endur segja kjarna greinarinnar með eigin orðum, þannig að ég ætla bara að byrja á því, að gefa þér kost á því að endur segja kjarna þessara greinar. Já, takk. Já, í raun og veru fjallar hún þrend. Það í fyrsta lagi, það ógnir sem hafa stafað að millilandafluginu, misserum saman, jafnvel árum saman og verðist ekkert lát á því nú samkeppnishæfni Icelandair að veikjast vegna mengunartolla en áður hefur það verið undirboð. Það fyrsta lagi þetta. Þú ert að tala ógnir sem undirboð annarra flugfélaga? Já, undirboð, já. Í öðru lagi, og þau feikilega dýr og ég segja að þau, gjaldrótin upp á 150 milljarða og þau mennur að segja, já, þjóðin og ríkið alltaf að styðja Icelandair, það má spyrja menn, voru menn raunverulega tilbúnir að borga 500.000 á hvern fullorðin fyrir þessi undirboð. Já. Það gjaldrótið, það 500.000 á hvern mann á Íslandi. Og þú talar gjaldrót, Vá og Play og eitthvað meira? Bara það tvennt. Já, bara það tvennt. Já. Nú í öðru lagi þá tala ég lobbyisma. Að sjávarútvegur og landbúnaður hefur haft mjög sterkar stöðu. Þeir hafa í rauninni haft einhvern stjórnmálaflokkin, þeir hafa haft sitt hvert ráðuneytið mjög lengi og hafa ennþá mjög sterkar stöðu og það eins og
stjórnmálin get ekki lítið upp fyrir þetta og ég þekki þetta ágætlega úr tölvugeiranum sem hefur sko gefið margvalt af sér með við hefðuna atvinnuvegi og hefur verið keppikefli allra annara ríkja að koma upp almennilegu umhverfi fyrir upplýsingatækni og nýsköpun og það hefur sko gengið með hörmungum hérna að koma upp nýsköpunarsjóðum, koma upp umhverfi til þess. Þannig að ég þekki það að ríkið styður bara þessar 2 hérna atvinnuvegi og þó það sé að breytast þá svo erfitt fyrir nýja atvinnugreinar að komast á. Þannig að ég segi, stjórn Icelandair hefur ekki stundar lobbyisma. Nei. Og í þriðja lagi þá ég að benda á það að verðið á Icelandair, það sé að það hefur tapað missurum saman og félagið og verðið á Icelandair komið niður í að mér skilst 30 milljarða. Það að segja að mennið geta keypt Icelandair 5 sinnum fyrir tapið á hinum 2 flugfélögunum. 30 milljarðar, þetta ekki neitt? Þetta ekki neitt og og það getur væntanlega hver sem ósvífinn sko keypt félagið og gert yfirtökutilboð og hættan sú fyrir Ísland, ekki að einhver annar eignist félagið heldur sú að óprútnir menn í viðskiptum taki félagið og selji það. En það mikil eftirspurn eftir þessu nýju flugvélum sem sparneytnar, bæði Max-vélunum og Airbus-vélunum. Þannig að sá sem keypti Icelandair fyrir slik, hann geti grætt í 3-5-falt með því að selja upp búið. Hvað skýrir þá að hverju Icelandair vegnar ekki betur? Já, því var haldið fram á netinu í gær að það væri áhættufælni lífeyrissjóðanna en ég tek nú ekki undir það því þeir borguðu fyrir Play og Vá og það var mikil áhætta fólgin í því. Ég hef ekki skýring á því. Markaðurinn hefur einhvern veginn ekki trú á Icelandair og það hefur ekki stundað svona lobbyisma. Sko, heldur þetta hafi eitthvað með stjórnunarvanda að gera? Ég veit ekki vegna þess að sömu leyti virðist manni félagið afskaplega vel stjórnað. Þessi flugvélaskipti yfir í Airbus, sko þetta virðist feikilega vel lukkað að vera með þessa samsetningu sem sparneytna vélar frá báðum heimum, bæði frá Boeing og Airbus og það sem félagið að gera, sko það sem ógnins að Íslandi sú að langdrægar vélar fara yfir Atlantshafið án viðkomu á Íslandi og Ísland einangrist frá þessum markaði að vera milli Ameríku og Evrópu. Já. Þá svar stjórnarinnar svo það að kaupa langdrægar vélar þannig að þú ferð á staðið sem þú kemst ekkert frá á langdrægum vélum frá austurströnd Bandaríkjanna. Icelandair getur flogið frá Keflavík til Indlands með 9 vélunum og Icelandair getur flogið frá Keflavík til vesturstrandar Bandaríkjanna jafnvel lengra með 9 vélunum. Þannig að ef þú ert í Evrópu þá kemstu með Icelandair með millilending á Íslandi eða jafnvel stoppi á Íslandi lengst til vestur eða ef þú ert Bandaríkjamaður þá kemstu lengst til austur með því að fara frekar með Icelandair en samkeppnisfélögunum. Þannig að mér finnst stjórnin hafa sýnt mikla framsýni og hafi í rauninni staðið sig vel en hún hefur ekki stundað þennan lobbyisma sem þarf fyrir farsælt fyrirtæki vegna þess að stjórnvöld verða alltaf að spila með. Og af hverju það þjóðaröryggismál ef einkafélag hendir 30 milljörðum á borðið sem náttúrulega bara klinki í veröld alþjóða stórviðskipta og breytir flugfélaginu að eigin þörfum án þess að velta fyrir sér þörfum almennings, íslensks almennings og íslenska þjóðarbúsins. Já, það menn átta sig oft ekki, menn vita oft hvað þeir hafa átt þegar þeir hafa mista. Sko við búum við alveg
gríðarlegan lúxus í millilandafluginu. Við erum með margar milljónir farþega. Við erum með tíðarferði til allra helstu borga í nágrannaríkjunum í austur og vestur. Við getum verslað í Temu og fengið vöruna daginn eftir. Og það er alveg sama hvort þú snýs á almenningi, fyrirtækjum eða annað, að þú hefur þennan lúxus, að þú hefur millilandaflugið sem eru innviðir, sem eru gjörsamlega ómetanlegir. Og þú getur haft fólk hér frá öðru löndum, sérfræðinga í vinnu, jafnvel pendlað á milli vegna þess hvernig þetta er. Og þegar að menn segja, já, ég get bara hætt að fljúga af því að það er svo umhverfis, það er svo slæmt fyrir umhverfi, þá skiptir það ekki öllu máli í þessu sambandi, eins og Æslandir hefur byggt þetta upp og stjórn þess og flugliðir fann upp módelið af millilenda á Íslandi. Þetta höfn-kerfi? Lofteyri segi þetta, já, þetta segi ég kalla miðlið, þetta höfn. Og hérna, þetta eru innviðir sem styrkja náttúrulega fyrst og fremst ferðaiðnaðinn. Og ferðaiðnaðurinn, ef hann hefur stutt Vá og Play, þá hefur hann heldur betur pizzað í skóinn sinn. Vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt fyrir ferðaiðnaðinn að flugið sé sjálfbært, að það standi alveg traust. Og það eru nokkur atriði í þessu sem hægt er að tala um. Það er í fyrsta lagi viðgerðarþjónusta. Hvað má gerast með erlend félag? Hvað getum við reykt okkur mikið á erlend félag? Viljum við hafa viðgerðarþjónustu í landinu? Það er annað, viljum við að Íslendingar eigi flotann? Viljum við að félag með miðlið í Keflavík eigi flotann að einhverju leyti? Ef að áfall verður erlendis, ef að Amerika lokast eða Evrópa eða eitthvað gerist í flugun, viljum við að við höfum félag sem getur haldið upp í samgöngum. Þetta er auðvitað sömu spurningarnar og varðandi fraktflug, frakt á sjó. En þarna eru spurningarnar hvað við viljum hafa öryggi mikið, og þarna komum við að stjórnsýslunni. Þarna komum við að því að ég veit ekkert um markaðsmáli, ég veit ekkert um flugmál, en þarna komum við því að hverju má ég segja eitthvað um þetta. Það er vegna þess að ég þekki svolítið til hins opinbera og til að þarna komum við opinbera inn í, og Samgöngustofa, fyrirgeðu, ekkert mál, að Samgöngustofa hefur hérna og ríkið með sínum lögum gerir allt og litlar kröfur til þessa miðlis. Á hann að geta gert þetta, á hann að hafa viðgerðarvestaði, á hann að hafa burði til þess að eiga vélarnar, þarf hann að eiga peninga, eða getur næsti maður sem setur Íslandspóst á hausinn farið tiltölulega eignalítill og stofna flugfélag eins og hefur verið. Þetta spyr grundvallar spurninga samband ríkisins við einkamarkað. Já, svo er það. Þetta er ekki bara innviðamál, þetta er líka pólitískt mál. Já. Ég vil nú ekkert mikið um það segja, sko. Þú nefnir samt í greininni erlend félög sem njóta ívilnunar ríkisstyrkja eða eru á einhver lit í eigu ríkisins? Já, ég fór að skoða þetta og hérna það eru 4 módel í gangi. Byrjum á því að það eru í rauninni flest ríki Evrópu sem miða flugið við að vera með miðlið í höfuðborg sinni eða höfn, þá er flogið til og frá landinu. Þannig er þetta í Frakklandi, KLM, TAPI, Portugal og svo framvegis, Lufthansa, SAS. Það er alveg sama hvað kemur, þú veit alltaf með þessa miðliði sem fljúga til og frá landinu. Síðan eru 3 félög sem fara þvert á þetta og myndu ekki þjóna einstök lönd ef eitthvað kemur fyrir. Það eru EasyJet, það eru Ryanair og það eru Wizz. En það eru ekki fleiri en 3 sem halda velli fjárhagslega þvert á módelin. Módelið er hub.
Síðan eignarhaldið að það eru sum flugfélög að öllu leyti í eigu ríkisins, önnur meirihlutaeign, þriðju í minnihlutaeign og langflest flugfélög í Evrópu eru í einhverju þessu módeli. Síðan hefur verið þrýstingur á það einkavæða flugið og það til líka og dæmi það eru Lufthansa og British Airways en það British Airways þó ekki á öllu leyti. Það er einhverju pínlitlu leyti í opinberri eigu. Má þá segja að Icelandair sé farið að skera sig úr? Icelandair í þessum sérstaka flokki með Lufthansa og British Airways að skera sig úr með því að vera algjört einkafyrirtæki. Ég held að þetta komi kannski sumum á óvart. Við náttúrulega munum þá tímahaukur þegar við vorum yngri. Þá stóð ríkið fyrir alls konar rekstri og einmitt öryggis rekstri tengdum öryggisinnviðum eins og þeim sem þú ert að skrifa um. En það hefur þótt ansis vond latína í þessu landi núna áratugaskeið. Já, það hefur þótt það og það hefur verið lögð mikil áhersla á það að þessi innviðir, þessi millilandasambönd séu í einkaeigu. Og það í rauninni ekki það sem ég að skrifa um. Nei. Sko, ef við byrjum á því, sko, að hæla stjórn Icelandair aftur, þá hefur hún og getur gert og hefur kannski einhver lítið hugsa fyrir. Hún með félagið í tvífork. Hún með þennan hub í Keflavík og hún fer til Ameríku og hún fer til Evrópu og þetta getur við sveitamenn kallað tvífork. Síðan getur þetta breyst í þrífork með þessum langdrægu vélum. Nú Icelandair komið vélar sem fljúga til Kóreu, Suður-Kóreu, Japan og Kína og þú getur flogið yfir Pólinn. Þá komið þrífork. Þetta eitthvað sem engin annar getur. Þannig gríðarlegt markaðstækifæri að þetta líka fyrir siglingarnar. Það hægt að búa til þrífork þeir eru með tvífork. Þannig að það getur vel verið og ég ekki að tala um að Íslenska ríkið eigi að kaupa í beint. Ég ekki að segja það beint. Ég að segja að það þurfa að vera eðlileg samkeppnisskilyrði. Og við erum þannig staðsett að við eigum að geta flotið ofan á þessu en við þurfum auðvitað að gera þau á kröfu eins og ég var að segja á hann til félags í Keflavík að það hafi burði til þess að nýta tækifærin. Og ég á nú eitt ósagt í þessu sem það að ef þú ert mikið að leigja vélar erlendis frá eða hafa eins og ferðarskrifstofa eins og Vá og Play í rauninni gerðu og versla við erlendar starfsmannaleigur og svona og semja ekki við Íslendinga og allt það. Ég meina þá hefur bara þann möguleika að fyrirtæki út í löndum setja Íslandi stóli fyrir dyrnar og segja við erum með neyðarákvæði í samningnum og þið fáið ekki meiri flugvélar ef þið hættið ekki hvalveiðum eða ef þið gerið ekki eitthvað. Það sjálfstæði okkar og öryggi byggir mjög mikið á því að þetta sé íslenskt félag með sterka stöðu og eigi vélarnar. En ef við göngum lengra heldur en þú kannski hefur viljað gera og göngum lengra en greinin þín og spyrjum reynlega, við erum búin að það mjög langt síðan við sáum einhverjar hagnaðartölur íslensks félags sem að reyna að stunda millilandaflug hérna. Þú búin að tala um mikilvægi þess. Við þurfum þetta öryggi. Við erum einangruð og viðkvæm í ljósi hnattstöðu okkar. Það eru þessar mengunar álögur sem á leiðinni, ETS-kerfið, sem mörgum finnst að Ísland njóti ekki sannmælis vegna þess að þú getur ekki hvatt Íslendinga til þess að taka lest frá Keflavík eða Reykjavík til Kaupmannahafnar eins og þessar tilskipanir voru svolítið hugsaðar innan Evrópu á meginlandinu og þetta veit ég ágætlega þegar ég skrifaði hverja forsíðufréttina á fætur annari þetta fyrir mörgum árum. Í ljósi þessa alls bara nokkuð vond hugmynd að framfari umræða
að Ísland ætti að vera það land sem ætti í ríkiseigu eða allavega með dágóðum ríkisstuðningi flugfélag. Hvað svona galið við það? Þetta nú spurning sem þú ætti að spyrja markaðsmenn sko, en þú getur spurt mig svona sem stjórnsýslufræðing og ég byrjum á markaðsmönnunum. Í fyrsta lagi sko þá verðið á Æsland þannig að það eiginlega óhugsandi að Íslenska ríki myndi tapa á því að ganga inn í félagið. Það á því verði og það gæti verið öryggi í því falið að Íslenska ríki gerði það núna jafnvel þótt að hygðist selja þegar búið að setja eðlilegar kröfur á það hverjir geta komið inn í samkeppni. Sko ég bara skrifa eðlilega samkeppnisskilyrði að þið opinbera geri það og meðan þeir að gera það þá getur það kannski keypt sig inn í Æslandir til þess að tryggja landinu flugfélag. Já, það ekkert óhugsandi. Það bara alls ekki óhugsandi og það getur verið og þá sko menn að segja á netinu já, ef ríkið kaupir í Æslandir ég þá ekki farin að borga í því. En málið það að menn borguðu fyrir undirbóðin 500.000 á fullorðin en ef að ríkið fer að græða á því að fara inn í Æslandir og tryggja eignastöðu á Íslandi þá væri almenningur að græða. Þannig að það öllu snúi við í umræðinu. Æslandir hefur svo veika stöðu í umræðinu, það hefur ekki stundan einn populisma eða stundan einn lobbyisma. Það ekki heldur hjálpað Æslandir hvað farmiðin innanlands brjálaðslega hár. Það liggur við að sé reiði bylgja víða út á landi vegna þeirra verðþróunar sem orðið hefur. Ég að heyra 80 skall fram og tilbaka, Egilsstaðir, Reykjavík og eitthvað svona. Já, heldur betur. Heldur betur. En fyrir ekki, má aðeins halda áfram með þetta, maður gæti ímynda sér að ef ríkið kæmi að svona félagi þá yrði bara sátt að þetta yrði bara okkar flugstrætó og við myndum öll vita að þetta flug myndi ekki borga sig og það yrði tap á því en það yrði niðurgreitt því að þessi loftbrú eða hvað þetta kallast ef þú þarft í læknisheimsókn eða eitthvað þá getur þú fengið tiltekinn afslátt á x mörgum ferðum þegar þú býr út á landi en þetta náttúrulega bara dropi í hafið kostnaðarlega fyrir fólk sem að þyrfti að nýta sér þessar flugsamgöngur innanlands í miklu mæli. Já, ég skil þetta mjög vel og ég náttúrulega utan að landi en ég þarna að skrifa millilandaflugið í sjálfu sér og smá útútur. Já, en við getum haldið aðeins áfram með þetta á ríkið að eiga flugfélaginu. Sko ég nefni það alveg sem möguleika. Þetta hinn evrópska hugmynd að ríkið eigi til þess að tryggja höfbin sinn, til þess að tryggja samgönguna til og frá landinu. Sko hér hefur svo hugmynd verið uppi að ríkið leggi dauða hönd á allt og það hefur nú ekkit endilega verið stutt með mörgum dæmum sko. Ég þekki eiginlega ekki nema eitt dæmi það að ríkið hafi farið illa með fyrirtæki en þannig að ég held að það væri allt í lagi að ríkið eignaðist hlut hvort sem það væri tímabundið til að tryggja eignarhaldið með einhver ákveðin tíma meðan verðið fer upp og eða með því að eiga til lengri tíma. Má ekki líka segja Haukur að miðlægum ákvörðunum vaxi á smegin víða í kringum okkur við ríkið að stíga inn á sviðum sem að það lét í friði fyrir skemmt til dæmis tengt bara öryggis og varnarmálum og alls konar við sjá. Jú, heldur betur. Það er gott sjónarmið. Já, einmitt. Heyrðu, og svo hefur verið svolítið kostulegt að fylgjast með viðbröðunum í kjölfarið á birtingu þessara greinar. Þú ferð þarna í fréttir og viðtöl og maður hélt kannski að forstjóri í Æslandir yrði nú bara þakklátur að það kemur fram svona ákveðin öryggissjónarmið og áhyggjur en eftir að Eyjólfur innviðaráðherra kemur og blanda sér í þetta þá verður pirringur á milli þeirra tveggja. Getur hans farið yfir það svona hvernig viðbröðin hafa orðið og hvort þau hafa komið þar einhverju leyti óvart? Já, ég átti von á því að stjórn Æslandir myndi reyna að nýta sér þetta jákvætt. Það segja ef að greinin
fjall ekki dauði niður. Ef hún vekti einhverja athygli að þau myndir nýta sér þetta jákvætt og ég var svolítið hissa á viðbröðum forstjórans að gera það ekki. En sko stjórnin stendur raunverulega frammi fyrir því það hefur komið fram alveg í fjölmiðlum að hún þarf peninga, hún þarf að borga niður skuldir á 9 vélunum og svo framvegis. Það er verið að tala um að auka hlutafé. Það er náttúrulega hluti af því að markaðurinn fer svona niður og verður ekki neitt að hluthafarnir eiga von á því að það verði auki hlutafé og þannig þynd út það sem þeirra eignar hlutur og þannig að maður hefði haldið að stjórn Icelandair myndi grípa tækifæri og segja já, nú var gott að ríki kæmi inn með 3/3 eign í félaginu eitthvað svoleiðis til að borga niður vélarnar. En þeir grípa ekki þennan bolta á lofti. Nei. Þannig að þeir eru að hugsa um eitthvað annað. Og sko, þetta eiginlega, finnst mér mjög áhugavert að hérna, hann sem sagt Eyjólfur, innviðaráðherra, hann búinn að boða Boga Nilsen, forstjóra Icelandair, á sinn fund núna í vikunni. En áður en sá fundur fer fram þá verða svona skeytasendingar og snerrur af hálfu forstjóra Icelandair. Já, þetta kom með líka óvart. Þannig að sko það eins og að ef ég reyna að leggja saman 2 og 2, það eins og að Icelandair vilji ekki umræðu að félagið þurfi einhverja opinbera aðstoð. Já, og það í rauninni þannig líka sem ég lagði þetta upp. Ég skal sýna því skilning. Sko, það sem eins og ég hef skilið að þá hefur stjórn Icelandair lagt upp að hún þyrfti sanngjörn samkeppnisskilyrði, jöfn samkeppnisskilyrði með við aðra. Og hún náttúrulega með gríðarlega samkeppni erlendis frá og getur ekkert farið mjög langt frá henni og og það eru þessir mengunarskattar sem eru framundan sem skekkja myndina til varanlega og það náttúrulega eitt af því sem gerir það verkum að eignar hluturinn fer niður og Icelandair hefur verið að segja að við erum að fækka ferðum til annara landa, við erum að draga verulega saman seglin ef þetta verður svona og svo framvís. Þannig að ég skilða þannig að hann sé að leggja áherslu á að ríkið eigi að sjá til þess að samkeppnisskilyrði séu jöfn en ekki eins og þau hafa verið þar sem hver eignar lítill maður á götunni getur komið og settu flugfélag og farið að undirbjóða með fé frá lífeyrissjóðunum. Þannig að ég lít svo á að hann sé að tala um að hann vilji samkeppnishæfni og ég tek alveg undir það í greininni. Sko, það hlutverk ríkisins. Sko, það engin markaður án afskiptaríkisins. Það ekki til sem heitir frjálsmarkaður. Það alveg saman hvað grein þú ert nema kannski í gervigreindinni einhverjum alveg nýju markaði, þá ertu með reglusetningu. Er þetta sjónarmið eða staðreind? Já, þetta staðreind að ríki kontrollera alls þar alla markaði og öll skilyrði hvers einasta markaðar og vara og kjarasamningar og allt annað. Það meir og minna samið þetta og þess vegna erum við í EES og erum að tala um ESB að sko sprotafyrirtæki og fyrirtæki á Íslandi sem vilji útrás þau geta sett upp sína vöru og byggt sig upp á Íslandi og farið í Evrópu og verið klára á því að allur þessi opinberi rammi eins þar og hér. Þessi samræming milli markaða gríðarlega mikilvæg og það hlutverk ríkisins að skapa atvinnulífinu eðlilega ramma. Þannig að ég get alveg tekið undir það að ríkið á að skapa Icelandairs eðlilega samkeppnisaðstæður og það það sem ég sagði í greininni og ég hef ekki hyggju að ráðast á frjálshyggjumennina hvort sem þeir eru nú í stjórn Icelandair eða annars staðar sem hata ríkisafskipti. Ég hef ekki hugsað mér að berjast við þá. Það getur vel verið að Ísland sé í þeirri stöðu að sem landfræðilega
til dæmis í bæði flugi og siglingum eins og ég var að nefna að það geti rauninni farið frá tvífork í þrífork og verið alveg einstakar stöðu og þetta hafa til dæmis Þjóðverjarnir séð sem hafa hugsað sér að búa til höfn í Finnafirði hafa nú nóga langt frá Reykjavík þannig að það eru engin margveldisáhrif á Íslandi og sigla til Asíu og hérna gegn Norðurpólinn og fara svo beint til Þýskalands. Þannig að þeir átta sig á því að það að hafa höfn á Íslandi er gríðarlegt tækifæri og þessi Finnafjarðar hugmynd er eitthvað sem að opinbera þarf að slá af vegna þess að höfn á Íslandi þarf að vera þannig að það nýtist innviðu þjóðarinnar mjög vel og það séu íslenski samningar við fólk sem þar vinnur og svo framvegis. Og þannig að ég ætla ekki að neita því að það geti verið gott tækifæri að láta markaðin bara vera í samgöngum yfirleitt en kontrólið frá hinu opinbera verður að vera mjög náið, eftirlitið verður að vera mjög mikið. Samgöngustofa þarf að gera þessi í brók. Samgöngustofa þarf að gera sitt, Alþingi þarf að setja strangar reglur, Alþingi er mjög ófeimið við að gullhúða ESB-reglur, það er mjög ófeimið við að blýhúða reglur og það getur alveg búið til strangar reglur það styrk sem þarf að hafa til að vera hér með höfn og síðan er það þjóðaröryggisráð sem getur á endanum orðið að stíga inn í vegna þess að ef að eitthvað kæmi fyrir flugfélagi ef það eru til dæmis leyst upp og vélarnar seldar þá vorum við með hrun sem er sennilega stærri gráðu en bankahrunið. Já, það hætti því. Já, maður hefur heyrt og lesið í hálfkæringi að almenningur segir Iceland er skítafyrirtæki og það er ódýrt að fljúga með EasyJet og bara fínt að losna við Icelandair og fáum bara EasyJet til þess að sjá ferðalögin fyrir okkur en þar með er ekki öll sagan sögð. Þar með er ekki öll sagan sögð. Nei. Svo getur líka verið að forstjóri Icelandair hafi áhyggjur af því að þessi umræða hún lækki enn verðið á bréfunum og svona með því að ræða þennan vanda eins og við erum öll meira og minna að gera núna. Já, það getur verið hættulegt að ræða þetta en ég hef nú stundum valið að vera barnið í sögunum Nýju fötin keisarans. Það vantar algjörlega þennan lobbyisma. Það vantar algjörlega skilning á því. Eins og við höfum séð, það eru búin að vera 4 flugfélög sem hafa undirboðið í það endalausa Icelandair. Þrátt fyrir það að Icelandair haldi uppi þessum reglulegu samgöngum til landsins og haldi í rauninni landinu á nokkuð leyti uppi, kaupmætti uppi í landinu, þjónustunni hvert einasta heimili, atvinnuvegina og svo framvegis. Þá hafa verið þessi undirboð hjá 4 félögum og ég er bara að tala tap síðustu 2, þeir eru að tala 150 milljarðar sem þessi undirboð hafa kostað okkur og það er ekkert sem bendir til þess að hið opinbera hafi minnsta skilning á hlutverki flugsamgangna milli landa og það er bara að mínu hyggju óhjákvæmilegt að taka máli til umræðu og ég held að þegar til lengri tíma er litið þá hljóti það að leiða til bættara stöðu frá því sem er. Jafnvel þótt einhver hafi áhyggjur af því að tímabundið valdi það einhverju tjóni. Þannig að þessi skyndi ávinningur sem við höfum stundum notið, ætlaði ég að segja. Ég hef flogið með Play held ég fyrir 5.000 kall út í heim, Við höfum svolítið verið í hlutverki barnsins sem fær sér til skamstíma, nýtur þess að vera með sleikjó á milli varana en hugum ekki að tannburstunina á eftir og svo koma karíus og baktus og til lengri tíma þá reynist þessi sleikja okkur rándýr. Já, það er bara þannig. Skammtíma eða langtíma hagsmunir. Já, og mér finnst svolítið sárt að sjá menn nú standa fram og segja eigum við nú einu sinni opna veskið fyrir Icelandair og þá segi ég það hefur enginn opnað veski fyrir Icelandair, það var stofnað 2005 og ég veit ekki til þess að nokkuð maður hefur opnað veski fyrir það. Hins vegar fyrir millilandaflugið, hins vegar ert þú nýbúin að borga góðu minn 500.000
fyrir undirbúðin. Ætlar að borga meira fyrir þau. Og það eins og menn átti sig ekki á þessu fyrir hvað þeir hafa borgað. Já. Það ágætt að draga þetta fram og fá þennan samaburð Haukur og erum við ekki bara góðið með þetta í bili? Jú. Eitthvað sem múlt segja lokum? Nei, ekki neitt þetta. Ekki neitt annað en það að þetta mikilvæga hlutverk hins opinbera að skapa markvörðum skilyrði og eins og EES-samningurinn gerir og alþjóðlegi samningar gera, það er að skapa mönnum skilyrði alþjóðlega til þess að keppa á jöfnum grundvelli. Það er náttúrulega stóra málið í þessu efni vegna þess að hargjöld annarra flugfélaga munu alltaf taka mið af markaðsaðstæðum, þannig að við getum ekki látið eins og eitt ríki geti kippt sér út úr markaðsaðstæðum í raun og veru. Og síðan vildi ég kannski segja það sem síðasta orðið að við sjáum heiminn breytast gríðarlega hratt núna. Við sjáum stríðsógnir og við sjáum að ýmislegt getur gerst. Það getur lamast atvinnustarfsemi hér og þar og svo framvís. Og það eru allar þjóðir á okkar heimsluta minnstakosti og reyndar annar staðar líka að huga að öryggismálum og við þurfum að huga að flugöryggismálum. Eigum við að eiga varahluti? Eigum við að eiga vélarnar okkar? Eða dugir að vera bara með flugfélag sem er með vélar á leigu? Hvað þurfum við að gera til þess að geta staðið af okkur áföll sem geta orðið í nágrannaríkjunum? Einmitt. Brýnt að hafa þetta í huga, kæra þakkir. Já, takk að kærlega fyrir. Og þetta sagði Dr. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, barnið sem hrærir í pottum og aflar sér stundum óvinsælda með því að segja að keisarinn sé ekki í neinum fötum eins og hann komst sjálfur að orði, en ekki fara langt hér, kæru hlustundur og áhorfendur, nýrkafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Þá höldum við áfram með umræðu málmálana, þjóðaratkvæði framundan, fyrst umræðunar á þingi sem eru núna þessa dagana og væntanlega verður þjóðaratkvæðisgreiðsla í ágúst um það hver hugur Íslendinga stendur til þess að halda áfram viðræðum við ESB. Núna næstu mínútur ætlum við að ræða umræðu hefðina hér á landi svolítið í tengslu við þetta mál og sambærilega mál og við ætlum að kryfja nýja könnun eða nýlega könnun frá Gallup sem sýnir að munar ekki miklu á milli þeirra tveggja hópa sem annars vilja taka skrefið áfram eða sitja kjur. Hann er komin hingað einn glöggasti stjórnmálaskýrandi í samtímans á Íslandi til þess að kryfja þessa könnun. Við ætlum að byrja á því. Ólafur Þórn Haraldsson, velkomin. Takk. Það er fengur í því að þú ert búin að skrútinera ýmislegt sem ekki hefur komið fram hvað varðar þessa Gallup-könnun og eitt af því sem að þú munt ræða við mig hérna á eftir er til dæmis afstaða þeirra sem kjósa Flokk fólksins sem kann að koma á óvart. En svona, hver finnst þér stærsti fréttapunkturinn í þeim upplýsingum sem liggja fyrir vilja þjóðarinnar gagnvart? Já, það eru í rauninni tveir fréttapunktar sem eru stærstir. Í fyrra lagi það að skýr meirihluti er hlynntur því að þessi
greiðsla fari fram. 57% svarendana segjast vera hlynntir því, 30% svarendana segjast vera á móti því að fara með þetta í þjóðaratkvæði og 12% eru svona hvorki nýja afstöða. Þannig að yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sem taka afstöðu. En nú finnst mér ég hafa heyrt þetta 52-48. Já, það annað. Já. Í þessari könnun voru 2 spurningar. Fyrri spurningin svo sem ég var að segja frá. Spurningum það, eiga Íslendingar að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna í ágúst. Hin spurningin hins vegar svo að ef að það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst, þá líklegra eða ólíklegra að þú kjósir með áframhaldandi viðræðum eða á móti áframhaldandi viðræðum. Og þar niðurstaðan svo að 52% telja líklegra að þau muni kjósa með frekari viðræðum en 48% segja að þau muni líklega greiða atkvæði gegn því að viðræðum verði haldið áfram. Og þessar tölur 58-48% í könnun þýðir náttúrulega bara að þetta hnífjafnt. En það fleira í rauninni í þessu, ef maður rýnir aðeins betur í þetta, því að í seinni spurningunni það hvort að menn telji líklegt að þeir kjósi með og móti frekari viðræðum, þá gátu menn svara því að þeir myndu örugglega greiða atkvæði með, líklega greiða atkvæði með, líklega greiða atkvæði á móti og örugglega greiða atkvæði á móti. Og þar sjáum við að það greinilega svona harðkjarni af andstæðingum ESB aðildar sem að 30%. Það eru þeir sem að bæði segja að þeir vilji ekki þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir segja líka að þeir muni greiða atkvæði gegn aðild. Þannig að þessi 30% eru sem sé að eiginlega allir sem að eru öruggir að greiða atkvæði gegn aðild, að þeir eru líka á móti þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og hægt að spyrja það hvort þessi hópur sé að þínum að þið ólíklegur til að skipta skoðun þótt nýjar upplýsingar komi fram samningsmarkmið? Já, það veit maður svo sem aldrei, en mér finnst mjög ólíklegt að þessi 30% hópur skipta skoðun. Það líka hjá þeim sem að þeir sem að vilja eða segjast munu greiða atkvæði örugglega með ESB-aðild, það eru 36% sem segja þess munu örugglega greiða atkvæði með, og það líka held ég frekar ólíklegt að þeir skiptu skoðun. En þeir sem eru sem segja líklega já eða líklega nei, það í rauninni þriðjungur kjósenda, 33% kjósenda. Og það sá hópur sem að getur vel skipt skoðun og ef að hann hallast annarkvort meira að jáinu eða neyinu, að þá alveg ljóst að hann mun ráða úrslitum það hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer. Og svo eru uppi kenningar að gervigreindin geti haft áhrif á þennan óráðana hóp og algoritmarnir og sama geti átt við hér á Íslandi núna fyrir þessa kosningar eins og Bretar eru sagðir að hafa lent í fyrir Brexit, þar sem að bara öll á baku tjöldin sem að hafa aðgang að tækni sem að vildu reynilega fólki sín. Já, það nú full ástæða til að vera á varðbergi með óheiðarlegar aðferðir og sérstaklega ef að erlendar hugveitur eða einhverjir erlendir aðilar að reyna að hafa áhrif á íslenskar kosningar með því að dreifa áróðri eða, og tala nú ekki fölskum áróðri eins og svona nú oft. Ég hins vegar ekki viss að gervigreindin var nú ekki komin þegar að Brexit var. Það voru þá hins vegar dálitlar umræður að menn hefðu notað einhver önnur forrit til að reyna að hafa áhrif á þær kosningar, en ég hef ekkert séð sem að bendi til þess að það hafi skipt sköpum. Úrslitin þar voru náttúrulega mjög knöpp, það voru 52% sem voru með Brexit, vildu út, 48% voru Remain, vildu halda áfram.
En það sem aðalega, menn það var nú aðalega verið að segja varðandi málflutningin í þeirri kosningabaráttu bara það að það var svo mikið af ósannindum sett fram, en bara sett fram með hefðbundnum hætti. Minnir það ekki okkur á eitthvað í samtímanum hér á Íslandi þessa dagana? Já, ég skal nú ekki segja það, en sko, því var til dæmis haldið, það hefur komið í ljós eftir að Bretar gengu út, að mjög lítið af þeim fullyrðingum sem að Brexit sinnarnir settu fram, til dæmis að þetta myndi leysa straum útlendinga til landsins, að þeir myndu spara svo mikið á greiðslunum sem að þeir væri að setja í ESB, að þeir gætu bara stórkostlega endurnýjað heilbrigðiskerfið og að þetta myndi bara efnahagslega verða betra, að þetta hefur allt reynst rangt. Enda er nú svo komið að mikill meirihluti Breta segist í könnunum mundu greiða atkvæði með því að fara aftur inn í Evrópusambandið ef að þeir hefðu kost á því. En hins vegar hafa stjórnmálaflokkarnir í Bretlandi ekki verið tilbúnir til þess að fara í nýja þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég sá þetta ágætlega orðað, það að segja hvað Starmer forsætisráðherra er að reyna að gera, og það var nú svona smá hæðni í því, og það var sagt það sem Starmer er að reyna að gera er að ganga í Evrópusambandið án þess að ganga formlega í Evrópusambandið. Það er að segja ná í rauninni fram með samningum núna öllum helstu kostum þess fyrir Breta að vera í Evrópusambandið. Svona líkt og Íslendingar töldu sig kannski vera að ná fram með EES-samningnum á sínum tíma. Já, EES-samningurinn er náttúrulega mjög fróðulegur í þessu sambandi. Jón Baldvin sagði nú að við höfum fengið allt fyrir ekkert. Það var nú kannski dálitlar ýkjur, en það var mjög mikill ágreiningur EES-samningin og þar skiptu flokkar skoðun að því best verður séð út frá hreinni hentistefnu. EES-samningurinn, það var í rauninni við kosningarnar 1991, þá var í rauninni búið að ganga nánast algjörlega frá EES-samningnum. Hann tafðist eitthvað smávegis vegna þess að það kom upp að Svisslendingar höfnuðunum. En stjórnin sem að bar ábyrgð á því að semja EES-samningin var stjórn Steingríms Hermannssonar, framsóknarmenn, alþýðu bandalagsmenn og svo alþýðuflokkur Jóns Baldvins. Hins vegar þá sneri Steingrímur Hermannsson við blaðinu í kosningunum 1991 og notaði kjörorðið XB, ekki EB, og Sjálfstæðisflokkurinn sem að fram að því hafði verið á móti EES-samningum og talað fyrir tvíhliða samningi við ESB sem enginn vissi reyndar hvort að gæti gengið, að Davíð var tilbúin til þess að mynda ríkisstjórn með Jóni Baldvin 1991 upp á þau býti að Sjálfstæðisflokkurinn tryggði það að EES-samningurinn færi í gegn. Og þegar að þetta kom til atkvæðagreiðslu í þinginu, þá studdu allir kratarnir samningin, flestir sjálfstæðismennir, minnir að það hafi verið 3 sem gengu úr skaftinu og greiddu atkvæði á móti. Allir alþýðu bandalagsmennir undir forystu Ólafs Ragnars greiddu atkvæði gegn þessum samningi sem að ríkisstjórnin sem þau voru nýkomnir úr hafði í rauninni náð fram og framsóknarmennirnir skiptust til helminga. Helmingurinn studdi Steingrím Hermannsson í því að segja nei við samningnum, en hinn helmingurinn undir forystu Halldórs Ásgrímssonar sat hjá. Kvennalistinn var nú í mannokki, þær voru nú ekki með mjög marga þingmenn, en flokkurinn hafði verið algjörlega á móti EES, kvennalistinn, og þær greiddu allar atkvæði á móti samningnum nema ein. Það var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem að sat hjá í þeirri atkvæðagreiðslu, og ég man vel eftir því að mér fannst mjög athyglisvert að sjá hvernig maður sá eiginlega hugsun Ingibjörgar Sólrúnar þróast á þessum mánuðum sem að umræðurnar fóru fram. Hún skrifaði greinaflokk
í Morgunblaðið. Þar sem hún byrjaði náttúrulega á því að telja fyrst og fremst rökin gegn því að samþykkja samningin, en var samt mjög opin. Þannig að hún varð alltaf meira og meira, svona sá alltaf fleiri og fleiri jákvæðar hliðar á samningnum. Þannig að mér fannst þetta mjög athyglisvert að lesa þetta, því að þarna sýndist manni þingmaður vera í rauninni í málefnalegri umræðu við sjálfan sig. Og á þessum tíma þegar að mikið af umræðinu var nú ekki mjög málefnilegt, þá gladdi þetta mitt litla hjarta að sjá þetta málefnilegu umræðu. En hins vegar mjög mikið af umræðinu á þessum tíma var bara tóm steypa. Það voru bara fullyrðingar það að við myndum glata fullveld okkar. Það kunnulegt. Það enn kunnulegt, en það bara vitleysa. Menn skilja þá ekki fullveldishugtakið. Því var haldið fram að útlendingar myndu kaupa náttúruauðlindir og náttúruperlur á Íslandi og hér myndi allt fara í rauninni í kalda kol. Og þetta svolítið því miður dæmigert fyrir íslenska umræðu í mörgum stórum málum, að þetta annarkvort í ökkla eða eyra. Það að segja annarkvort erum við að fá himnaríki eða við erum að fá helvíti, í staðin fyrir að segja, heyrðu, hér erum við með samning, hann hefur ákveðna kosti, hann hefur ákveðna galla og við skulum ræða málefnilega þessa kosti og galla, en í staðin farið í stórirðin, innihaldslausar yfirlýsingar. Þær fara oft eftir því hvort að flokkurinn í stjórn eða stjórnarandstöðu. Flokkar eiga auðvelt með að skiptum skoðun út frá hendistefnu og við höfum séð þetta í mörgum öðrum málum, í NATO-málinu, í hermálinu, í landhelgismálinu. Þá voru menn ekki bara með eitthvað ólíkar skoðanir á því hvort þetta væri heppilegt eða óheppilegt fyrir Íslendinga. Þetta var orð sem var gjarnan notað í þessu sambandi var landráð. Það að segja þeir sem þú varst ósammála, þeir voru landráðamenn. Og það stendst náttúrulega enga skoðun í neinu þessara tilvika. Þó að það væri mjög eðlilegt að menn gætu verið með eða móti hverju atriðinu fyrir sig. Og það náttúrulega óboðlegt, ef ég má bara segja mína skoðun á því, að þegar þú hlustar á þessi lið, fólk skiptir sér einhver lið og það einfaldar mjög flókin veruleika, það sleppir einmitt öllum kostunum sem fylgja og hamrar á hinu neikvæða með þeim hætti að rökvillur eru allsráðandi. Stundum finnst mér eins og við séum eiginlega bara stödd í einhverju greindarskertri umræðu þegar kemur að svona tilfinninga upprópana gífuryrðum eins og við erum að verða vitni að þessa dagana. Ætli þetta sé eitthvað sem einkennir Íslendinga umfram aðrar þjóðir, þekkir það? Já, það nú alltaf erfitt að fullyrðum það, en hins vegar sjáum við náttúrulega að umræða af þessu tagi í fyrsta skipti síðan að minnstakosti á millistíðsárunum hefur náð nýjum hæðum í Bandaríkjunum. Þannig að orðræðan milli demokratana og republikanana, orðræðan sem að Trump mennirnir nota, hún náttúrulega yfirgengileg. Það sem að staðreyndir skipta engu máli. Lygar eru taldar sjálfsagðar og þar fram eftir götunum. Ég hef oft sagt að okkar umræðu hefð sé kannski meiri svona átaka hefð og líkari bandarískum og breskum stjórnmálum eins og þau hafa verið, frekar heldur en stjórnmálunum á Norðurlöndunum sem eru allræmt fyrir að vera málefnaleg og rosalega leiðinleg, eins og sagt En þetta nú misjafnt á Íslandi. Við höfum mörg dæmi það að stórmál hafa komist í gegn án þess að lenda í einhverju svona argaþrasist og stórirðum, mjög mikilvæg mál. Við getum til dæmis nefnt aukin réttindi samkynhneigðra
við getum nefnt fæðingarorlof og fjölmörg stórmál sem að hafa náðst í gegn á Íslandi, meira og minna í sátt milli þingflokkanna. Mjög breiðri sátt. Já, maður spyr sig hvort sátími liði núna. Hins vegar koma þessi mál sem ég nefndi, Fossamálið í kringum 1920, í rauninni líka sambandslaga samningurum við Dani 1918, þó að það hafi nú bara verið 2 þingmenn sem á endanum greiddu atkvæði gegn honum. NATO-aðildin 1949, herrverndarsamningurinn 1951, EFTA-aðildin 1968, Evrópska efnahagssvæðið 1993, kannski 3. orkupakkin líka 2019, svo við tökum dæmi, að umræðana með öll þessi mál hefur einkennst miklu meira af stórirðum og landráðabrigslum heldur en af leiðinlegri, málefnalegri umræðu eins og Norðurlandabúarnir yfka. Þú auglýsir eftir meiri leiðindum. Ég held nú samt sem áður að við séum ekki búnir að ná Bandaríkjamönnum eins og þeir eru í dag. Nei, vonandi ekki. En þetta allt saman mjög gott að hafa bak við eyrað og hafa þetta í huga að það er mikill hávaði, mikill skarkali. En áfram með könnunina sem að ég í rauninni truflaði svolítið frá að ræða, sko, ég sem skilði rétt að 57% landsmanna eru sáttir við það skref að ganga til atkvæða í... Nei. Þeir eru sáttir við að ganga til þeir eru sáttir við að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram. Ég meina það. Og ég held í rauninni að það sé engin spurning það að hún mun fara fram. Það er að segja þingmeirihlutin og ríkisstjórnin leggur þetta til. Stjórnarandstaðan gæti auðvitað farið í einhverja tafaleiki og hugsanlega eitthvað málþóf í þinginu. En sko, ég hefur nú heyrði reyndar að Guðlaugur Þór Þórðarsson sagði að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ekki fara í málþóf. Ég hef enga trú á því að Framsóknarflokkurinn fari í málþóf. Þannig að ef einhver fer í málþóf þá myndi það líklegast verða Miðflokkurinn. En ég líka nokkurn veginn viss það að þingmeirihlutin mun ekki líða endalaust málþóf. Ef að það stefnir í það þá mun 71. greininni einfaldlega verða beitt aftur að mínum mati. En 57% eru 57% og núgildandi þingmeirihluti og ríkisstjórn getur þá skákað í því skjóli gegn þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á þetta skref núna að hún sé að sinna lýðræðislegum vilja landsmanna á þessari stundu. Hún getur náttúrulega haldið því fram og það er kannski þægilegra fyrir hana að þetta leiki svona. Já. Svo að því ég myndist hérna á til dæmis flokk eins og Flokk fólksins snemma í okkar spjalli í eingangnum að þar ertu með upplýsingar sem að mér finnst áhugaverðar. Greindu aðeins frá þeim. Já, það sem að gert er líka í þessari könnun að afstaðan, og þá er ég að tala um afstöðuna hvort að menn telji líklegt að þeir muni greiða atkvæði með frekari viðræðum eða hvort þeir telji líklegt að þeir greiði atkvæði gegn frekari viðræðum að svörin við þeirri spurningu hjá Gallup eru greind eftir kyni, höfuðborgarsvæði og landsbyggð, skólagöngu og hvað menn myndu hyggjast kjósa ef það yrðu kosningar á morgun. Og ef við byrjum á því að líta á flokkana, þá er nú sjálf sér ekki mjög margt sem kemur þar á óvart. 90% kjósenda Samfylkingarinnar og Viðreisnar segja að þeir muni líklega kjósa með áframhaldandi viðræðum. Hins vegar kemur meira á óvart, þó mér ekkert endilega því ég hef nú séð tilhneigingar í þá áttina áður, er að helmingur af kjósendum Flokks fólksins segir að þeir myndu líklega kjósa með áframhaldandi viðræðum. Þannig að þegar að menn segja Flokkur fólksins er og hefur alltaf verið á móti aðildarviðræðum við ESB, að þá sem í sjálfu sér kannski má færa rök fyrir. Jú, svona samkvæmt einhverju stefnuyfirlýsingar. Miðað við stefnuyfirlýsingar og annað slíkt, að þá gerist það þarna sem við höfum séð reyndar
sjáum oft að það ekki endilega allir flokksmenn einhvers tiltekins flokks sem ganga í takt við stefnu flokksins. Við sáum til dæmis með afstöðuna til Evrópusambandsins fyrir fáeinum árum að það var bara umtalsverður hluti af kjósendum Vinstri grænna sem að vildi ganga í Evrópusambandi þó að það væru fleiri þar sem að vildu það ekki. En þannig það sem sé helmingur af kjósendur flokksins sem að telur að þeir muni greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum. Og síðan fannst mér líka mjög athyglisvert að skoða litlu flokkana 3 sem komist ekki inn í síðustu kosningum, það að segja Píratana, Vinstri græn og Sósíalistaflokkin. Það er ekki hægt að fá sérstakar tölur fyrir hvern þessara flokka því að svarendundur eru of fáir til þess að það sé eitthvað að marka sem sé þá skiptingu. Þess vegna eru þeir hafðir í einum hópi og kallaðir aðrir flokkar. En sá hópur í þeim hópi þá eru það 73% sem að segja að þau munu líklega greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum. Og nú vitum við ekki nákvæmlega hver þessara 3 flokka, hvernig þeirra kjósendur skiptast, af því þetta summan af þeim öllum. Við vitum hins vegar að frá eldri konunum að í kjósendahópi Pírata hefur verið verulegur stuðningur við ESB og ég held ég hafi líka séð tölur sem mér fannst svona ótrúlega háar eða ótrúlega mikið fylgi við aðild hjá kjósendur Sósíalistaflokksins og ég var að nefna að það voru líka tiltölulega háar tölur hjá kjósendur VFG þó að ég hafi eiginlega aldrei séð svona háa tölu eins og 73 nema þá kannski hjá Píratunum. Þannig að þarna eru í rauninni þessir 3 landlausu vinstri flokkar í landlausir í þeim skilningi að þeir eru ekki á þinginu að þeir eru svona kjósendur þeirra í heild eru svona mitt á milli kjósenda Viðreisnar og Samfylkingar annars vegar og flokksfólksins hins vegar. Þannig að í þessu máli eru þessir kjósendur í rauninni miklu frekar á ríkisstjórnarlínunni heldur en á línu stjórnarandstöðuflokkana í þinginu. En ef við skoðum þá stjórnarandstöðuflokkana í þinginu að þá mikill meiri hluti þeirra sem að telur að þeir muni kjósa gegn áframhaldandi viðræðum eins og stefnuflokkana í rauninni en þrátt fyrir þetta þá stingur í augun að 21% sjálfstæðismanna, einn af hverjum 5 kjósendur sjálfstæðisflokksins vill að viðræðum verði haldið áfram. 16% framsóknarmanna vill halda áfram viðræðum en ekki nema 11% af kjósendum Miðflokksins vill halda áfram viðræðum og það kemur í sjálfu sér ekki á óvart. Og það líka dregið saman að þeir sem segjast vera stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar að þar eru það 81% sem að vilja halda áfram viðræðum. Þeir sem eru ekki stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar, þar eru það bara 17% sem vilja halda áfram viðræðum. Þannig að þetta eru svona gamalkunn mynstur en það sem mér finnst áhugaverðast þarna að skoða, að sjá hvað kjósendur flokksins vilja og síðan hvað þessir kjósendahópur litlu vinstriflokkana 3 í heild vill, þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig kjósendur hvers þessara 3 flokka skiptist í afstöðu sinni. Mér finnst þetta líka mjög áhugavert og ég held að þetta auðveldi Ingu svipuhöggin frá stjórnarandstöðinni að búið að gera mikið grín að henni úr þeirri áttinni að hún sé að kalla yfir okkur þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem að flokkur fólksins standi gegn en nú getur hún sem sagt skákað í því skjóli að nákvæmlega 50% hennar eigin flokksmanna vilji að þetta skref verði stigið og þar með verða svipuhöggin þau missa aðeins marks. Einnið þetta sem þú nefnir með þessa 3 flokka sem ekki eiga þingmenn, maður hefði ætlað með sósíalista og svona sem eru nú standa nú ekkert mjög framalega í áróðri í einhverjum svona alþjóðlegum viðskiptum að eru slíku
að maður skildi ætla að mótstaðan hefði verið meiri. Ég veit að þetta verður svona ég held svar, ég veit að þú getur ekki byggt svarið kannski á neinu gögnum en heldur kannski frekar tilfinningu en af hvað miklu leyti heldurðu að þessa niðurstöðu sem við erum að ræða sæki sér stoð í svona hnattrætni umpólun og öryggisleysi og nýrri heimsmynd? Já, við höfum ekki neina sérstaklega mælingar á því að hvað miklu leyti þessa nýja heimsmynd sem að til dæmis bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa lagt áherslu á, ekki bara út frá því og ekki bara verið að svona hinta að því að við þurfum að hugsa okkar stöður svolítið upp á nýtt vegna þessar spennu sem hefur orðið milli Evrópu annars vegar og Bandaríkjanna hins vegar og við verðum eiginlega þó að allir segja auðvitað og þær segja auðvitað að við eigum að leggja all kapp á að halda varnarsamningu við Bandaríkin og hafa góð samskipti áfram við Bandaríkin og það held ég engin sérstakur ágreiningur en þær eru í rauninni líka að segja Bandaríkjamönnum ekki treystandi í sama mæli og áður þó að þeir vilji auðvitað ekki orða það þannig og þá eru þær líka að segja við verðum þess vegna að þétta raðirnar og í rauninni auka út af þessum geopólitísku málum að auka okkar samvinnu við Evrópuþjóðirnar almennt og kannski Evrópusambandið sérstaklega en líka það náttúrulega ljóst til dæmis að Bretar sem ekki í Evrópusambandinu hafa komið mjög þétt inn í og norðmenn hafa komið mjög þétt inn í þessa nýju kannski ofsagt að segja sameinuðu Evrópu en þó Evrópu sem að hefur sameinast töluvert mikið til dæmis mikinn stuðning og vaxandi stuðning við Úkraínumenn og röksemdirnar eru þó þær að þarna séu þjóðir sem við eigum mest sameiginlegt með varðandi gildismat og hugsjónir þjóðfélagsgerð miklu frekar heima þar heldur en hjá Bandaríkjunum ekki síst eftir að ráðamenn í Bandaríkjunum hafa lagt sig í líma hvað eftir annað við að lýsa þeirri skoðun að menning Evrópu, gildismat Evrópu, þjóðfélagsgerð Evrópu og þá ekki síst verið að tala velferðarkerfin í Evrópu sem ekki hefur verið sérstakur ágreiningur í Evrópu milli hægrimanna og vinstrimanna þó það hefur verið ágreiningur kannski hversu feit þau eiga að vera að allt þetta gerir það að verkum að við þurfum, ef við þurfum að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópu þá eigum við að velja Evrópu sem sé felst í þessu sjónarmiði jafnvel þó við viljum áfram reyna að halda eins góðu samstarfi við Bandaríkjamennina eins og hægt og ég held reyndar að svona í framhjálaupi að það verði líka mjög athyglisvert að fylgjast með því hvernig Ísland og reyndar kannski miklu frekar Evrópa í heild hvernig hún þróar samskipti sín við Kína í þessu nýja andrúmslofti. Bandaríkjamenn lögðu mjög hart að Íslendingum á árunum í kringum 2016-17 eitthvað svo leiðis að Ísland yrði að gæta þess mjög vandlega að vera ekki í ofnánum samskiptum við Kína en við höfum reyndar átt í tölvörðum samskiptum við Kína og kemur ekki óvart þó að Evrópumenn þegar það kólnar milli Evrópu og Bandaríkjanna að Evrópumenn endurskoði svolítið sína hugsun gagnvart Kína og að hvorki Íslendingar né Evrópumenn láti kröfur Bandaríkjamanna að þeir eigi helst ekkert að eigi viðskiptum við Kína eða semja við Kína að raddirnar í Evrópu séu ólíklegri til þess að hlusta á það. Þannig að þetta sem sé held ég það sem að þær Kristrún og Þorgerður hafa svona verið með í stóra myndin sem þær hafa verið með í kollinum hvort sem hún menn eru svo sammála henni eða ekki en hitt atriði sem mér sýnist að þær hafi líka verið að gera út á séð er það
að þær orðaði einhvern veginn þannig að Ísland sé í miklu betri stöðu til að ná hagstæðum samningi núna heldur en raunin hafi verið á árunum 2009 til 2013. Auðvitað veit ég ekki hvort þetta rétt, en mér hefur fundist að þetta gæti mjög vel verið rétt í ljósi þess að Evrópuríkin hafa verið að endurskoða sína afstöðu og það kannski meiri akkur fyrir Evrópusambandið og Evrópu að fá lýðræðislegt ríkt ríki með öflug eða með einhver bestu lífskjör í veröldinni, gleymum því ekki, að fá það inn í sambandið og vera þá jafnvel tilbúnir til þess að slá eitthvað af í samningum þó að það sé auðvitað ekki, það getur ekkert komið í ljós nákvæmlega hvað Evrópusambandið tilbúið til að gera fyrr en í samningaviðræðum. En mér virðist augljóst að í fyrsta lagi í september getum við sagt núna. Já, það kemur ekki, það ég meina, ég tel nú alveg víst að Evrópusambandið mun fallast á að fara í viðræður við okkur. Von Leyen hefur nú lýst yfir að umsóknin sé enn í fullu gildi. Og menn hafa verið að tala að ef að viðræðurnar gangi vel þá væri jafnvel hægt að ganga frá þeim á ári eða eitthvað svoleiðis. En það náttúrulega sem skiptir sköpum fyrir það hvort að hugsanlegur samningur gæti orðið samþyktur í þjóðaratkvæðagreiðslu í Íslandi, að það hangir auðvitað á því eða hvers konar samningum Íslendingar geta náð varðandi sjávarútveginn og varðandi orkumálin. Og ef að samningurinn að mati þjóðarinnar ekki fullnægjandi í þeim málaflokkum, að þá nánast örugt að hann verður felldur. Hvað hins vegar nákvæmlega það þýðir að samningurinn sé fullnægjandi. Ég heyri til dæmis að menn eru farnir að rífast það hvort að orðalagið Íslendingar hafi áfram yfirráð yfir sjávarútveginum eða Íslendingar hafi full yfirráð yfir sjávarútveginum. Úr því fæst ekki skorið fyrir að það búið að gera samning og þá geta menn í alvöru farið að rífast það hvort að þau skilyrði eða sá samningur sem að þá liggur á borðinu fullnægi þeim skilyrðum sem að Íslendingar, almenningur á Íslandi vill gera varðandi sjávarútveginn og varðandi orkumálin og reyndar hin atriðin líka. Ég sé tækifæri í því fyrir íslensk fyrirtæki sem gera skoðanakannanir að spyrja einmitt eins og ég var að spyrja þig áðan og þú sagðir það eru ekki beint til gögn þetta hvort hinn breytta heimsmynd að einhverju leyti að þoka viðhorfum Íslendinga. Það væri mjög forvitnilegt. Ég held að væri mjög forvitnilegt. Við vitum reyndar að því að frá eldri konunum og ég held ég hafi fyrst spurt þetta 1983 þar sem að við vorum að spyrja þá með hvaða heimsluta Íslendingar ættu mesta samleið, Norðurlöndunum, Vestur-Evrópu, Bandaríkjunum og held ég kannski smáríkjum í þriðja heiminum eitthvað svoleiðis og þar voru niðurstöðurnar yfirgnæfandi að við ættum langmesta samleið með Norðurlöndunum. Vestur-Evrópa kom í öðru sæti og Bandaríkin verulega þar fyrir neðan og smáríki þriðja heiminu svo lang neðist. Og ég hef nú að vísu veit ekki hvort þetta hefur verið endurtekið nákvæmlega svona en allt annað sem ég hef séð skilurðu sem það svona á þessum slóðum bendir til þess að þetta hafi ekkert breyst. Íslendingar upp til hópa tel ég að við eigum langmesta samleið með Norðurlöndunum og þar á eftir með Vestur-Evrópu og að þeir Bandaríkjamenn sem vilja í rauninni að Íslendingar fari að taka upp þá þjóðfélagsgerð sem ríkir í Bandaríkjunum, þeir hafa hingað til verið mjög fáir og sá hópu Íslendinga, þetta nú gjarnan spurt svona til skemmtunar hérna í einhverjum boðum eða jafnvel í Gallup eða einhverjum kannanafyrirtækjum hvernig menn myndu kjósa í bandarískum forsetakosningum
og þá er það náttúrulega alltaf 90% sem myndu kjósa demokratan, alveg sama hver hann er. Af því að stefna republikanina sem að er svona últrafrjálshyggja og lágmörkun á ríkisvaldi og ekkert velferðarkerfi eða lítið velferðarkerfi, að það er náttúrulega bara sjónarmið sem að sko hvorki vinstri menn, nýja hægri menn í Vestur-Evrópu aðhyllast. Þeir eru ósammála þessu bandaríska módeli. Þeir einu sem að núna seinni árin í Evrópu hafa verið svona hallari undir þetta bandaríska næturvarðaríki, ef svo má segja, þessa harkalegu nýfrjálshyggju, sætta sig við þann gríðarlega efnahagslegu mismunum sem hefur verið að aukast í Bandaríkjunum, að við höfum séð þau viðhorf í svona því sem venjulega eru kallaðir öfgaþjóðirni sinnaðir hægri flokkar í Evrópu. Og þar sér maður þessi viðhorf, en í gamla evrópska kerfinu og ef við lítum á klassíska hægri flokka og klassíska vinstri flokka, að þá hafna þeir allir algjörlega þessari bandarísku þjóðfélagsgerð. Einmitt. Hægri sinnaðir Íslendingar flokkaði lengst til vinstri í Bandaríkjunum, þannig hefur það svolítið verið. En hérna... Já, ég var nú í Bandaríkjunum í svona kynnisverð 1988 og fór meðal annars á flokksþing Demokrataflokksins sem að var þá það sem Dukakis var kosinn. Og það var nú reyndar það skemmtilegasta sem að gerðist nú á því flokksþingi var þegar að forsetaefnið var kynnt á flokksþinginu. Sá sem gerði það var Bill nokkur Clinton og hann talaði 3 sinnum lengur eða svo heldur hann átt að tala og hann talaði svo lengi að stóru sjónvarpsstöðvarnar voru búin að klippa af útsendingunni og menn voru að segja þarna í kringum við þarna, heyrðu þessi gæi þarna, þessi ríkisstjóri frá Arkansas og ef hann hafði einhvern tímann átt séns í pólitík þá er hann núna algjörlega búin að slátra því. Og þegar að Bill Clinton 92, þegar hann hafði unnið prófkjörinn og var að taka við útnefningunni á flokksþingi Demokratana, þá byrjaði hann ræðuna með því að segja: góðu vinir, þegar ég talaði hér síðast voru nokkur atriðir sem ég gat ekki rætt til hlítar. var að vísa í þennan skandal. En ég ætla að segja líka sem þar að þetta var svona hópur efnilegra ungmenna frá Evrópu og þar var meðal annars sko ung kona, yngri en ég, hún var þingmaður fyrir hægri flokkin í Finnlandi og það var náttúrulega svo ljóst í öllum umræðunum að hún hefði verið vinstra megin í Demokrataflokknum miðað við sjónarmiðin sem að Bandaríkjamennirnir voru að setja fram í svona spjalli í seminurum og öðru slíku. Já. Og þegar Bogi Ágústsson ætlaði einhvern tímann að stæra sig á íslenska heilbrigðiskerfinu og þau frussuðu framan í hann. En þetta er sósíalismi og fannst það fyrirlitlegt. Það er áhugavert hvernig það setur ákveðna hluti í samhengi. En Ólafur, bara rétt í blálokinn, tími okkar er að verða búinn, en það er tvennt sem ég langar að spyrja þig aftur út í þessa könnun. Annars vegar, hver er munurinn á afstöðu fólksins út á landi og hér á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar er munur á afstöðu fólks til ESB eftir menntunarstigi? Já, það er reyndar, ef við byrjum á körlum og konum, þá er nú ekki mikill munur þar. 49% karla telja þeir muni greiða atkvæði með frekari viðræðum en 56% kvenna. Konur þeirra sem sé heldur hallari undir Evrópusambandi viðræður heldur en kallarnir. Það er gríðarlegur munur varðandi höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Á höfuðborgarsvæðinu eru það 61% sem segja að munu greiða eða telja líklegt að þeir munu greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum en samsvarandi tala á landsbyggðinni er ekki nema 35%. Þannig að það er næstum því 2/3 höfuðborgarbúa sem vilja halda áfram viðræðum en rétt 1/3 landsbyggðarbúa sem vilja halda áfram viðræðum. Það er dálítill munur eftir skólagöngunni. Það er engin munur reyndar á þeim sem að hafa lokið grunnskólaprófi eða framhaldsskólaprófi.
Í báðum hópunum eru það 47% sem vilja halda viðræðunum áfram, það er að segja lítill minnihluti eða sem sé aðeins minnihluti, en þeir sem eru með háskólapróf skera sig algjörlega úr. 63% þeirra telja líklegt að þeir munu greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum, þannig að hjá háskólafólkinu er það næstum því 2/3 sem eru hlindir því að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið aðild. Þetta er skýr munur, kemur ekki sérstaklega óvart að því leitinu að svona menntunarprófíl, þessi menntunarprófíl þarna, hann minnir á kjósendaprófíl Miðflokksins, þar sem að fylgið er miklu minna eftir því sem að skólagangur er lengri og þetta rímar líka ágætlega við menntunarprófíl Framsóknarflokksins. Stundum er prófíl Sjálfstæðisflokksins líka svolítið í þessa áttina, en það hefur ekki verið á undanförnum árum jafn skýrt eins og varðandi Framsóknarflokkin og Miðflokkin. Nei. Ég var í Mývatnssveit helgina og hitti þar frændur mína sem kjósa held ég Miðflokk og Framsóknarflokkin einna mest. Aha. Og það eru göfugustu atkvæðin í landinu. Já. Það sagði með þessi Stebba löppinni, Stefán Jónsson þegar það var í framboði þarna í kjördæminu og nefndi eiginlega ekkert að vera að tala við kjósendur á Akureyri, þar sem langflest atkvæðin voru, heldur við örfáum Mývetninga því það var miklu skemmtilegra. En þeim líst ekkert allt og vel þessum frændum mínum á þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu, þótti láta nú í mestu leyti í friði, en þeim fannst þú mikil frekja í samfélaginu. Ég ætla bara að bera ykkur orð frænda minna í Mývatnssveitinni. Er mikil frekja í samfélaginu? Mér finnst mjög athyglisvert að heyra þetta, að það sé of mikil frekja í samfélaginu. Og þegar ég heyri að raddir af þessu tagi koma úr Mývatnssveit, þá held ég að sé ástæða til að staldra við og hlusta. Þessi var góður. Kæra þakki fyrir spjallið, Ólafur Þ. Haraldsson. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Framtíðin, hún er barnanna og að því tilefni höfum við fengið til okkar systur, nokkuð skemmtilegar og skeilegar systur, Tíbrá Mirra og Urðurvala, Freys og Snærósar dætur. Velkomnar. Takk fyrir. Takk einlega. Já, bara velkomnar og takk fyrir að gefa ykkur tíma svona eftir skóla. Ég veit að þetta er svolítið langur dagur, maður er búin að vera í skólanum og maður er oft svolítið þreyttur. Já, þetta er mjög þreytandi skóli. Það ekki? Hann er frekar auðveldur. Ok, þið eru í Grandaskóla og þar er líf og fjör, örugglega? Já, það er mjög skemmtilegt. Já, hvað er uppáhaldsvægið ykkar? Ég myndi segja lota, að því að lota er svona tími þegar maður er í einum hóp, til dæmis smíði, tónlist, heimilisfræði og myndmennt. Ég er í myndmennt einmitt núna með okkur krökkum sem eru skemmtilegir. Æðislegt. Mér finnst vera skemmtilegast Evolites og Lota. Já. Sem er Evolites er svona starffræði tölvuleikur. Wow. Já, hann er mjög skemmtilegur og maður á að safna svona töfradýrum og með afmælispeningana þeirra getur maður kaupt nýjan kraft fyrir þær. Ok, og þetta, sko, nú hefur skóli breyst greinilega mikið síðan ég var, af því að það voru ekki spilað neini tölvuleikir þegar ég var í grunnskóla, en það er líka mjög langt síðan. En þetta hljóma bara eins og bara partí á hverjum degi eiginlega. Svolítið þannig. Ekki alltaf. Er það ekki? Stundum er það frekar erfitt. Sérstaklega, til dæmis, ég var í prófi í dag, það var frekar erfitt. Já, í hverju varstu prófi? Stærðfræði. Já. En svona tölvuprófi. Já. Þú veist, í tölvu. Ok. Og hvernig gekk þér?
Ég veit ekki. No comment. Ok. En mér finnst svo gaman að tala við krakka og mér finnst að við fjölmiðlafólk og bara, við tölum ekki alveg nóg við krakka í svona venjulegum fjölmiðlum og við fáum krakka ekki nóg oft í viðtöl af því að krakkar eru nefnilega með svo rosalega skemmtilega að sýna á veruleikan og ykkar framtíðin. Fylgist þið eitthvað með eins og fréttum og svona? Já, ég mjög til, þú veist, í pólitík og hvað að gera í heiminum. Já. Ekki mikið. Ekki þú mikið, það aðeins minna. Maður bara með mismunandi áhugamál líka, það alltaf leið. Já, og ég oftast að lesa á vísir eða eitthvað. Ok. Og hvernig finnst þér að lesa svona fréttir? Verður ekki trætt stundum eins og að maður lesi það mikið stríð núna og okkur svona sprengingar og svolítið svona óhugnarlega fréttir? Nei. Farið ekkert kvíða yfir því? Nei, ég elskar hrollvekjur. Meira sem það sem gerast bara svona í alvörinni. Já. En svo það líka þannig að ef maður á okkur góðan fullorðinn til þess að ræða það við, þá það kannski bara allt í lagi. Þá getur maður spjallað. Getið þið spjallað það við mamma og pappa? Ég veit að þau eru bæði fjölmiðlafólk. Já, ég get spjallað við mamma og pappa og líka kennara minn og líka það stundur bara vini mína. Já. Það alveg hægt. Og eru krakkarnir mikið að spá í því sem að gerast í heiminum? Já, sko, í skólanum þá verkefni sem því sögu heims sem gerist í gamla daga. Já. Ég að gera 9/11. Já. Af því mér finnst það alveg mjög skemmtilegt og spennandi. Einmitt. Mér finnst þegar þú segir í gamla daga því að í gamla daga að því 9/11 því ég var orðin núlingur þá en svona þetta nefnilega að því að svona breytist þetta bara nú þið unga fólkið okkar og þurfum að læra af öllum mistökunum sem við gerðum sem við vorum undan ykkur en þú Tíbrá, hvað gerir þú þegar þú ert búin í skólanum svona, þú ferð ekki nú vísi.is Stundum fer ég undraland en stundum þegar ég til vinkonu minnar og það bara rosalega skemmtilegt alltaf eftir skóla því að þegar skólinn verður búinn þá allt í henni bara allt á fullu. Það? Já. Og allir svona, þetta svona eins og í bíómyndunum að það að hringi bjallan og þá bara svona hlaupa allir út? Já, ekki þannig. Nei, ok. Krakkarnir fara bara rólega í röð til þess að fara í undraland. En ef allir eru sleppa undralandi þá held ég að þau myndi bara engin skóli! Og undralandi frístunda miðstöðin, eða ekki? Já, í Ungverjalandi var engin frístund. Eiginlega. Það var alveg eitt frístund. Það var eiginlega frístundaheimili þar sem að börn myndi vera aðeins lengur í skólanum af því að foreldrar myndi vinna lengur en við myndum bara sleppa því og fara bara heim. Einmitt. Og þið talum Ungverjaland vegna þess að þið eru svona tiltölulega nýfluttar heim til Íslands frá Ungverjalandi. Já, við erum eiginlega frá Ungverjalandi. Já, fyrst við vorum svo lengi. Já. Við vorum í 2,5 ár. Það er mjög langur tími þegar maður er svona ungur. Já, mjög langur. Þegar ég kom áttu til Íslands og byrjaði í skólanum, þá var einn strákur sem var á leikskólanum mínum sem man eftir mér og þá fekk ég bara svona mjög hlýtt í hjartað. Já, áttirðu bara gamlan vin svona í hópnum. Já. Og það yndislegt. Það er alltaf gott að eiga svona eitt gamlan vin þegar maður er óöruggur og kemur inn á eitthvað svona stað. Já. Það er svolítið erfitt að flytja frá útlöndum líka til Íslands aftur. Líka. Þegar það gerðist, þá var hann búinn að breytast ógeðslega mikið. Já. Og ég vissi ekkert hvað hann bjóð þangað til ég fekk að fara loksins heim til hans. Já. Já, af því að Tíbrá sko, hún bara fór til Ungverjalands og og eyddi síðast árið sínu í leikskólanum og byrjaði í skólanum í fyrsta skipti í Ungverjalandi. Já, einmitt. Og hvernig skólinn í Ungverjalandi frábrugðinn íslensku skólanum? Meiri reglur í Ungverjalandi? Já, það má ekki öskra úti en inni má bara hafa eins mikið lætu og ég vil það fyrir þig. Hjá mér þá voru svona að því að þegar ég hafði flutt
einni viku áður en við fluttum til Ungverjalands, þá vorum við komin í 4. bekk og við sko byrjuðum að æfa íþróttir í KR. Þegar við komum til Ungverjalands, þá byrjuðum við að æfa, þá voru þau að æfa í íþróttasalnum og ég var frekar hissa á því að þau voru ennþá að æfa í íþróttasalnum. Já, var allt svona sama stað. Já, en síðan fattaði ég að ég hafði farið aftur í 3. bekk. Og þá fattaði ég, það gæti verið af því að ég fór aftur í 3. bekk. Já. Og fórstu aftur í 3. bekk bara til þess að ná tökum og tungumálinu? Já, af því að þau kunnu betur ensku og ég hefði meiri tíma að læra ungversku og eitthvað svoleiðis. Og taliði báðar ungversku? Já, við tölum alveg smá ungversku. Og taliði kannski ungversku svona ykkar á milli? Stundum. Já, ef þið eru að segja kannski eitthvað sem þið viljið ekki að neitt skilji. Já. Stundum tala ég bara randomly ungversku. Já, ég var svona sletti bara ungversku. Ungverska er svo frábrugðið tungumál og íslenska. Það er mjög ólík tungumál. Ég get alveg sett nokkur orð. Já, endilega, þú mátt. Eber, ískona, notch, Ég-krím. Og hvað er það? Fyrst sagði hún jarðaber, ég sagði skóli, þú sagði stórt, síðan sagði ég og hún sagði ís. Já, vá, þetta eru mjög góð orð. Þetta eru svona mjög krakkaleg orð. En það er svona fyrst Ís er krakkalegast orðið. Er það ekki? Já. Ís er svolítið svona krakka specialty, er það ekki? Mér finnst svo skemmtilegt að tala við krakka það sem er að gerast í heiminum og eins og bara mannréttindi og alls konar þannig. Þekkið þið eitthvað svona eins og barnasáttmálann eða? Já. Ég þekki barnaréttin en ég er búin að lesa það í hópnum mínum nokkrum sinnum. Já. Það er til dæmis það stendur eitt spjald sem ég finnst mikilvægt. Öll börn er réttindi. Já. Það er síðasta spjaldið. Nei, það stendur ekki öll börn, allir eiga að þekkja barnarétt. Ó já, ég gleymdi. Úps. Já. Já, og svo líka bara þú er rétt á öryggi og mat og vatni. Já. Mér finnst stríðið í Úkraínu búin að vera það er búin að vera næstu í allt mitt líf og ég vorkenni krakkunum sem er búin að vera að fara í gegnum svona stríð. Já, líka Íran og Ísrael, Palestínu, Ísrael. Já, einmitt. Já, nei, það er alveg rétt hjá þér. Ísrael er árásar aðilinn. Já, sko, börnin þau líka að höndla það eru nefnilega líka börn í Ísrael. Það er líka nokkur börn, það er líka búið að ræna nokkrum börnum úr Ísrael. Já, og sem er búin að missa systkini sín. Já, í Palestínu og Íran. Já, þetta er nefnilega hræðilegt. En af hverju haldið þið? Og þetta er alltaf einhverju svona gamli kallar svolítið. Já, harðstjórar sem ákveða að fara svona með fólkið sitt sem er búið að treysta þeim fyrir. Af hverju haldið þið að það gerist? Þeir vilja stjórna meira og eru bara stjórnsamir og frekir. Ég skil ekki af hverju þau hafa alveg nóg plás og líka ég skil ekki af hverju þau gerðu lag stríðið í Úkraínu. Nei, hún er að tala úr, Eurovision. Já, úkraínskir menn gerðu lag stríðið. Alveg rétt. Ég man, unnu þeir ekki? Jú, þeir unnu. Já, það er líka gott að svona ef þeir voru svona deila hversu illa þeim leiðum af stríðinu með laginu þá var það mjög gott hjá þeim og þeir myndu ég skila að vinna. Já, einmitt. Það er svolítið gott að geta svona sett sig í spor annara þeirra sem eru kannski að gangi gegnum þetta. Hafið þið hitt til dæmis það sem að gerist í svona stríði er að það verður til rosalega mikið af flóttafólki sem þarf að flýja stríðið.
hafið þið hitt flóttafólk, kannski frá Úkraínu eða Palestínu? Eða? Sko, það er eitt strákur í skólanum sem ég þekki og ég veit ekki alveg, ég held hann var að koma til Ísland af því að ég held að var stríð hjá honum, ég veit ekki alveg. Já. En sko í bekknum mínum og í hinum bekknum, sem sagt, 2 krakkar úr árgangnum mínum. Það er eitt strákur sem kom úr Íran. Ég er ekki viss hann kom samt fyrir einhverjum svona 2 mánuðum, þannig að hann er ekki flóttamaður. Hann er samt frá Íran og á kannski einhverja fjölskyldu þar. Og síðan er stelpa sem að ég veit ekki alveg hversu lengi hún hefur verið hérna á Íslandi, en hún er úkraínsk. Og já. Finnst ykkur ekki svolítið magnað og er ekki svolítið fallegt líka að þau geti átt skjól einhvern veginn svona í skólanum ykkar? Já. Það er rosa fallegt. Það er alveg mjög fallegt, sko. Stundum líður mér eins og það er eitthvað vont að fara að gerast en það gerist ekki. Já, það er svona frekar kvíðin. ólíklegt. Það er frekar ólíklegt. Já. En það gæti samt Til dæmis, mér líður eins og að eitthvað ræningi kemur stundum. Ég skil. Veistu hvað? Þegar ég var lítið stelpa, þá var ég oft mjög kvíðan yfir svoleiðis. Og stundum, þá átti ég mjög erfitt með að sofna á kvöldin, af því ég var að hugsa svo mikið það. En svo bara allt í einu fer það. Það gerist. Sko, líka með talar það? Það var líka einu sinni hjá mér þegar ég var 7 ára og sem ég er ennþá og ég gat ekki sofnað, en núna er það bara farið. Já, einmitt. Það gerist oft þegar ég og stelpu, hún er að verða 18 ára, þannig hún er svolítið stór. Og þegar hún var lítil og fekk svona kvíða, þá kendi ég henni eitt sem að mér fannst svolítið sniðugt að gera. Ég sagði henni ímynda sér að hún væri með svona hnút í maganum, svona eins og kaðall og var svona hnútur. Og til þess að losa hann, þá þyrfti hún bara að segja það upphátt sem hún var að hugsa og let hnútinn verða til. Skiljið hvað við við. Og leið hún talaði það, þá losnaði hnúturinn. Og það er svolítið þannig sem það virkar. Allavega, það er svona ágætis tilraun til þess að losna við svona kvíða. Og mér finnst vera bara gaman að vera bara talandi við núna við heiminn. Já. Og skemmtilegt að deila saman þá suma hluti sem fólk veit ekki og þá mun að þau vita það og geta passa sig á því. Einmitt. Kannski aðri krakkar sem segja, hei, ég hef líka verið með svona kvíða. Nú veit ég hvað hún er við og svona. Já. Ég er sammála, þess vegna finnst mér svo gaman að vera svona blaða og svona fjölmiðlukona að því að ég fæ hitta svo ólíkt fólk og spjalla við svo ólíkt fólk og ég er svo forvitin fólk að mér langar að vita allt einhvern veginn alla, alltaf og af hverju fólk hugsa hluti eins og það gerir og af hverju það er svona ólíkt mér, sumt fólk er mjög ólíkt mér en langar alltaf að læra meira það einhvern veginn. Mér finnst vera ógeðslega leiðinlegt að sumir foreldrar sem eru fátækir og með börn geta ekki fylgt sumum barnaréttindum. Já. Til dæmis ef þau hafa gert heimili, af því að það standur í barnaréttindum fyrir börnin að hafa heimili. Já, og sumir geta ekki fylgt þeim. Einmitt. Og þau hafa ekki peningan fyrir því. Já. Hvað þá, ber einhver annar ábyrgð þá kannski, heldur foreldrarnir? Kannski bara svona samfélagið og að venda börnin? Svona allir einhvern veginn hjálpa foreldrunum að venda börnin og til dæmis. Já, það gæti hjálpað með því að koma börnunum á svona eitthvað heimili, barnaheimili. Já. Ef það er kannski eitthvað svona óregla á heimilinu, en kannski bara ekki, ef að foreldrarnir bara fátækir, þá getur samfélagi gert eitthvað til þess að styðja foreldrarna, svo að foreldrarnir geti farið eftir barnasáttmálanum, en það er ekki svolítið gott. Í Undralandi er mynd af stelpu sem heitir Delaina og hún er frá Örðurlandi, ég veit ekki alveg hvað, og hún á enga foreldra, hún er munaðarlaus og hún er á svona barnaheimili þar sem hún getur fengið nóga mat, góð föt og heimili. Já, og menntun. Og þannig að hún þarf ekki
að þurfa að hafa foreldra til þess að gera allt þetta fyrir henni. Nei, því að hún á barnaheimili til að fuglurnir geta hjálpað henni. Já. Að geta verið lifandi ennþá svo hún mun ná að verða fullorðinn og unglingur og þannig. Akkurat. Og þá kannski að því að hún svona reynslunni ríkari og kannski að hún eftir að verða kennslukona á svona heimili eða kannski eftir að stofna sitt eigið. Já. Það svolítið þannig, oft. Hún gæti líka orðið kennari í einhverjum skóla, kenna bara erfiðin í lífinu og eitthvað svoleiðis. Akkurat. Og sögu heims. Eða bara forsætisráðherra. bara því hún bara kláraði skólan sinn og gekk vel. Já, hún getur gert hvað sem Mér finnst vera mjög gott að hún fékk svona heimili til þess að geta vera þannig að fuglurnir eru að styrkja hana og segja henni að lifa út í náttúrunni og hafa gaman. En sko, börn eiga rétt á því að leika sér og á hvíld, nema þau ekki rétt á að leika sér heima í Lego eða neitt. Því að þau eigi alveg rétt af leik, nema ekki, þau eigi ekki rétt á því að foreldrarnir að eyða peninga á dót. Já, þú meinar svona að þau þurfa ekki dót. Já, það þarf ekki að vera dót endilega. Já, það mætti bara vera, þau getur bara leika sér úti í eldingarleika eða fyrirleika eða eitthvað. Já, en ef maður einn, þá getur maður kannski fara á leikvöll. Já. Eða búið til sinni eigin leik sem vantar bara einn, til dæmis þú ert að gera veitingastað. Já, og getur haft skerfi viðskiptavini. Þessar krakkar eru nefnilega svolítið hugmyndaríkir og mjög snjallir að finna sér eitthvað að leika við. Og það sem að krakkar eru mjög hugmyndaríkir. Sko, ég hefði verkefni einu sinni í skólanum mínum. Við áttum að búið til álfa, við vorum að fara sem álfa. Og við áttum að teikna álf. Og minn var ógeðslega flottur. Og við áttum líka að gera svona blað, gult blað. Og skrifa hvernig lífið þeirra Já, alveg svona söguna þeirra. Já, og sko minn álfur, einu sinni hafði hann sko fjölskyldu, nema þá dó hún og þá fékk hann rottu, hann fann rottu sem fyrir til skál, en þá dó hún líka og hann var úti og hann týndist og þá fann hann egg, en hann fann leiðina aftur heim og tók eggið með sér. Og þar inni var lítill dreki og þannig hafði hann fjölskyldu því að áður þegar hann hafði ekki fjölskyldu þá var hann vondur að gera vonda galda. Já, einmitt. Það því hann var bara svo reiður eitthvað í hjartanu. Já, og sorgmætur. Já. Og mér finnst þetta mjög góð saga. Mér finnst að það sé mjög gott fyrir hann að geta fundið sína fjölskyldu. Að alltaf þegar hann misti fyrstu fjölskyldu sína sem fæddi hann, þá fann hann leið til þess að fá aðra fjölskyldu. Og þegar hún fór, þá fékk hann nýja fjölskyldu. Og ég vissum að lífið hans álfinn sem heitir Ævar, ég vildi bara segja hvað hann heitir, getur bara haldið áfram að fá nýja fjölskyldu svo að mun ekki vera einn. Það er bara mjög fallegt og það er líka fallegur boðskapur í þessu að það þurfi ekki allar fjölskyldur að vera eins. Það er svolítið fallegt líka. Þekkið þið margar og ólíkar fjölskyldur? Já. Ég þekki til dæmis vinur minn, hann er múslimi held ég. Já. Og hann má ekki borða svínakjöt. Nei. Og það er haram, sagt, og það er svona bannað í Íslam að borða svínakjöt. Og líka þeir sem að líða illa þarna sem að horfa á þetta, þeir geta deilt því með vinum eða fjölskyldu. Til dæmis
ömmu eða afa eða bestu vinu þínum þarft ekki að leina því. Einmitt, það alveg rétt. Ég hef bara skrifað það niður á miða eða eitthvað svona. Allavega að koma í frá sér. Þá losnar maður við hnútinn í maganum. Það svolítið þannig. Já, en ég myndi segja að sé best að segja foreldrum Já, það langbest. Í einhverjum einum fullorðnum sem maður treystir. Já, kennurum. Einhverju bestu frænku eða eitthvað svona. Já. Eða systur. Já, eða kannski gæludýri. Já. Af hverju oftar maður segja gæludýri? Af því að við segjum, þau get ekki kjaftað. Já, og þau eru líka góðir listarar. Já, það rétt. Eigið þið gæludýr? Já, við kött. Já, bara lítið kettling eða ekki? Já, hann lítið kettlingur. Við fengum hann í jólagjöf. Það? Og mér finnst jólin vera geggjuð af því að þá gerir fjölskyldan safnast saman og verið í eitt stórum hóp og verið bara saman. Já, og þeir eru mjög stóra fjölskyldu. Í gamla daga þá voru ekki til jafn mikið af þannig svo að þess vegna held ég að þau voru bara saman að halda fjölskyldu og elska. Já, bara eitthvað borða mat og eitthvað svona, bara eitthvað hafa gaman. Já, þau þurftu samt að fá nýja flík fyrir jólin og þannig að kemur jólakötturinn og borða þau. Býtu, eigið þið þá jólaköttin? Nei. Stundum held ég að... Þetta er jólakertlingurinn. Jólakertlingurinn? Stundum held ég að kísin okkar í dulagjörfum og í jólakötturinn. Er þetta að finna eitthvað svona? Nei. Hann er ofta að klára tósun okkar á nóttunni. Já, bara meðan er lítill og vitlaus. Er það ekki? En nú er komið páskar. Það eru bara 3 vikur í páskafrí. Svona líði tíminn rætt. Og bráðum í amali mín. Það? Og verður það 8 ára? Já, hún var 8. Vá. Pepsi, 7-Up. Vá, það góður aldur. Og hvað ætlaði að gera í páskafríinu? Við vitum það ekki. Kannski bara eitthvað að njóta. Leitað páskaeggi? Já. Við höfum nefnilega svona páskaeggja, hvað heit það þurr? Leitun. Scavenger hunt. Já, svona bara... Ratleikur. Já, ratleik. Við svona allir fela sér egg. Nei, mamma og pappi fela oftast okkar egg og við felum þeirra. Já, þetta er svona hefð hjá okkur. Já, og gerir vísbendingar. Og í Ungverjalandi þá höfum við vísbendingar nema þegar við erum oftast á Íslandi þá höfum við ekki vísbendingar og þurftum að líta bara Það er aðeins erfiðara. Við höfum svona smá einu sinni vísbendingar. Já, og líka vísbendingarnar voru að leiða okkur til næsta vísbendingu og síðasta vísbendingin er mjög góð. Já. En vitið þið eitthvað Evrópusambandið? Nei. Mamma okkar vinnur með því. Nei, ég veit ekki. Er það ekki að hjálpa eitthvað flóttamönnum og eitthvað? Já, Evrópusambandið eru svona mörg svona ríki í Evrópu sem eru í svona viðskiptasambandi og þannig. Áður en strætónum var ég hugsa eitt sem ég fundi. Ok, hvað er með það? Að það mynd á meðan þú verður að tala, þá myndir zooma inn á mig og ég bara eitthvað að fifta í háruna og klóra mér í baki. Já, ok. Bara eitthvað bora í nefið og ekkert fylgjast með. Já, og myndir bara zooma á mig og þá myndir vera background noise bara ha ha ha. Þú ert greinlega með mjög mikið ímyndunarafl. Já, hún er mjög góð í að ímynda sér liti. Já. Skrifa sögur og allt. Einu sinni ímynda mér þegar ég var lítil að dóttir mitt lifnaði við. Já. En kannski var það ekkert ímyndun. Kannski gerist það alveg. Kannski. En sko, ég er meira svona ljóðskáld. Ég hef búið til mörg ljóð. Ég alveg. Eins og til dæmis ég var að labba í skólan og hugsaði bara, fallegur sumardagur. Hugsaði Ísland. Sumarið kemur aldrei á Íslandi. Þá bara hugsaði ég eitthvað og ég skrifaði í skólanum og þýddi það sinni ungversku fyrir krakkana svo ég geti lesið fyrir þau. Og ljóðir fyrir svona voru hrekur vetur burt
Haustið hrekur vorið burt, vetur hrekur haustið burt, en sumarið verðum kjört. Hvað með sumar, spyrð þú kannski, svarið að sumarið kemur aldrei. Það sorglegt en það satt, því árið líður svo hratt. Vá, þetta ótrúlega flott hjá þér. Hún Urður keppti einu sinni í heimsmeti þar sem þau áttu að fara með ljóð og manstu ekki? Manstu ekki, kom við nærðu, kepptir, við vorum bara, þetta var bara heimsmet. Já, býttu það, viltu segja mig það eins? Já, þetta var á Kastalahæð, þinni hjá Mattias Templum og þar vorum við að fara með ljóð sem var mann og fugl og maðurinn var að labba í skóginum og fuglinn var eitthvað að flauta að monta sig út í mannin og þá var maðurinn að reyna að herma eftir honum. Ég get þetta líka. Og segja eitthvað, ég get þetta líka og flauta þig. Já, ok. Og hvernig fór heimsmetið fram? Í hverju var heimsmetið sett? Fóruð þið með það í marga klukkutíma? Nei, kannski 70 mínútur. Nei, voru svo marg börn að það. Já, það var 3000 börn. Ég skil, já. Hún sá enga Kastalahæð, hún sá bara Við sá bara krakka hausa. Vá, en ótrúlega skemmtilegt. En sko Tíbra var ekki hana. Nei, þú kannski næst bara. Ég hef gert Íslands heimsmet. Já. Að passa 5 krakka í eina rólu. Það ekki heimsmet. Kannski. Og við hefum passað 7 krakka í 2 rólur. Vá, þeir eru svo mikil hæfileika búnt. Við notum band til þess að við notum svona band sem að ég fann til þess að einn krakki myndi sitja á því. Rólunar og einn krakki myndi sitja á því sem myndi ég sitja í rólunni og vinkonum mínu myndi sitja í hinni rólunni. Tíbra myndi sitja í fanginu mínu þannig að myndi svona krabba og bróðir vinkonum minnar myndi sitja í fanginu hennar. En komum við ekki við komum 7. Þá hékku 2 manneskjur á hliðinni á hvorri rólu. Ég er nokkuð vissum að þetta er Íslandsmet. Ég held það. Ég er ekki fyrir nefna. Það var krakki og krakki. En þið eru svo góðar systur. Eru þið alltaf svona góðar og ljúfar og dásamlega við hver aðra? Eða rífist þið stundum? Stundum rífist við. Ég á sko líka systur. Ég á 2 litlar systur. Við rífumst alveg stundum ennþá. En við elskum hver aðra mjög mikið. Og erum alltaf rosalega góða vinkonur. En stundum erum við alveg, stundum er ég að pirrað út þær. Það er það sem systkini gera. Þau rífast. Já. eins og til dæmis vinkona mín hver fær fjastringuna. Vinkona mín já. Er oft mjög pirrandi í systkinum. Já, stundum eru systkini bara mjög pirrandi. Og stundum á maður líka sjálfur bara svolítið leiðilegan dag og þá er maður bara eitthvað pirraður út af öllu. En svona áður en við ég hleyp ykkur heim, að þið komum bara eiginlega beint úr skólanum, er eitthvað svona skilaboð sem að þið hafið svona framtíðina eða eitthvað svona sem ykkur langar sérstaklega að koma að áður en við hættum? Þú tífra átt. Bara pís? Nei, en ég svona... Sko, þetta ekki svona, þetta barnaréttindi. Já. Og þetta ekki foreldra sem gerði þetta. Ok. Heldur annan krakka. Ekkert mál. Ok. Og þetta gerðist bara allt í einu. Ok. Án þess að ég vildi að þetta gerðist. Og, ok. Ég var bara að labba fram hjá gaur, bara, ok, ég fekk þetta gaurinn. Og ég bara og hann bara njá. Og þá allt í einu byrjaði slagur. Ó, nei. Ég meina, ég var bara labbandi fram hjá. Var þetta bara í skólanum eða voru þetta fullorðnir menn? Alls ekki fullorðnir menn. Ok, þetta voru bara krakkar. Ég sögði þetta var krakki. Ok. Og þetta var í skólanum. Og hann byrjaði að ráðast í mig og hann tójaði hættu mína og ég var blóna sér og ég var bara hágrátandi og eitthvað frá henn og ég vildi bara alls ekki að þetta myndi gerast aftur. Nei, ég skil.
Já, það er En var ekki einhver fullorðinn á svæðinu sem að tók vel á þessu, þannig að allir eru vinir í dag? Nei, enginn sá þetta. Æja. Bara vinir mínir voru bara steinhissa bara. Já. Ég vona samt að öllum líði betur núna. Líka þeim sem að sló frá sér. Ég held að það sé svo mikilvægt að öllum líði bara vel. Og kannski gerir það ekki svo leiðis aftur. Er þetta búið? Já, kannski villu Urðuval að segja eitthvað svona lítið að lokum. Ég veit ekki hvað ég veit til þess að segja til krakkarna fuglarinn sem er að segja þetta. Já, hvað er það? Þið þurfið að bara láta vita ef að ykkur líður illa. Ekki bara halda þessu inn í ykkur, því þá líður ykkur meira illa og þá ættu þið bara að deila þessu með heiminum. Halda áfram að sína. Þetta var geggjað. Takk fyrir að koma, stelpur. Það var ótrúlega gaman að tala við ykkur. Þið hefðu frá svo mörgu sniðu að segja og það var bara mikill heiður að fá að sitja hérna við rauðaborðið með ykkur. Rauðaborðið? Já. Aldrei hægt. Viljið þið segja og bara dokið við, það eru meira hér handa við auglýsingar? Má bjóða ykkur að segja það? Ok, ég skal segja auglýsingu. Má ég segja? Já, þú mátt. Það verða auglýsingar. Takk fyrir það, meira hér eftir auglýsingar. Fatamarkaður Vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður Vorstjörnunnar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Það var að ræða andleg mál. Ég var í bílnum á leiðinni frá Mjósveiti Reykjavíkur á sunnudag og hafa þáttur í Ríkisútvarpinu trúmál og rætt við kaþólska nunnu og þar hélt dagskrárgerðarkonan því fram að það væri meiri trúaráhugi núna og meiri svona leit eftir andlegu fóðri heldur en nokkurt skeið og ég samsamaði mig þessu í mínu eigin hjarta. Mér hefur fundist það í kringum mig að hvort sem maður að ræða við ungt fólk eða jafnaldra að það sé svona minna feimnismál að ræða þessa leit og trúna og þessi mál og ég hafði samband við hann Svein Valgeirsson sem er sóknarprestur Dómkirkjunnar og hann er komin hingað að rauðaborðinu til þess að svara nokkrum spurningum. Vertu velkomin, Sveinn. Takk fyrir. Sko, ég ætla að byrja á því að spyrja þig, þú ert fæddur 66. Já. Hvað leiddi þig að guðfræðinni? Á hverju ert þú prestur í dag? Ég held að það er bara fyrir forsjón herrans að ég er orðinn prestur. Já. En þegar ég byrjaði þá var hann ekkert endilega af eintómu trúaráhuga. Ég hefði gaman af fornmálum. Ég var í fornmáladeild í menntaskólanum og sem er skilst að sé í útrýmingarhættunni, vona þó ekki. Já, og ertu með mikla tilfinningar gagnvart því? Já, ég myndi ekki vænt latínu og grísku. Já, ég trúi því. Og fornfræðin. Maður sem kennur þetta? Ég snertaði örlítið, það er rétt. Þannig að það var svona, við getum sagt að það var forvitni. Ég vissi að ég fengi að læra gömlumálin, hebresku og grísku og fara yfir siðfræði og kirkjusögu og trúfræði og meira sér liturgiska söngfræði sem að ég sá auglista og sagði, það getur verið áhugavert. Það var tómt fikt. Ég var lengi í deildinni, ég var 9 ár og reynda tók með fram þessu latínu og grísku og þjóðfræði og meira sér eitthvað í arabísku, það var hebreska sem leiti mér í það, sko. Þetta er alveg menntun. Já, það var gaman að þessu, sko. Á þessum tíma þá var maður svo ábyrgðarlaus að mann finnst maður geta verið endalaust í skólanum og ef ég hef ekki kynst konu minni þá var ég ábyggilega ennþá í deildinni og ekki útskrifaður ennþá. En þetta var það sem leiti mig og ég var semst lengi, eins og ég segi, ég var í 9 ár. Vann auðvitað með eins og allir gerða þessum tíma og vann semst upp á Arnarholti á geðdeildinni þar. Og síðan bara gerist eitthvað á öllum þessum tíma
maður fær að hugsa og íhuga og iðka. Það má ekki gera lítið úr því að sko það að vaksa andlega það kostar iðkun og gerist ekki bara sjálfur sér. Þetta er svolítið svipið eins og að ef þú ætlar að taka 100 bekk þá þarftu líka að gera armbýður, skilurðu. Maður þarf að æfa sig, sko. Já. Og þannig ég fór þessa leið, ég var í deildinni æðitíma og hafði svona fræða áhuga, en svo þegar ég var búið með deildina þá hafði það svolítið runnið sitt skeið, alltaf sá áhugi og ég fór út á land, var á Tálknafirði 13 ár. Já. Og tók reynda sabbatar á millitíðinni, fór það til Toronto og las kirkjufeður. Þannig að fræðapasturinn hefur alltaf heillað mig líka í sambandi við þetta, sambandi við presskapinn og það eins og segir í vígsluheitinu, við hefum vissulega að vitja sjúkra og hugga og styrkja og allt það, en líka rannsaka ritningarnar. Þannig að ég reyndi að gera það aðeins líka. En svo góðu punktur hjá þér, þið prestar eru náttúrulega þrautþjálfaðir í þessari hugsun og vissu að maður þarf að æfa sig til þess að ná kannski andlegum friði, skilningi, sátt eða hverju sem maður er að leita. Það er ábyggilega svipað og margir þessum stunda íhugun, hvort sem þetta er jóga eða eitthvað annað. Þetta er oft erfitt ferðalag og þetta kostar aga. Og að maður svona sinni og þess vegna ágætt að hafa ákveð form á hlutunum. Við hittumst nokkur oft niður í kirkju á mótnana. 9:15 þá syngjum við tíðasöng sem er óskaplega gott. Þetta er svona, einhverjir að kalla þetta munkagaul, þetta er bara gregórskur söngur. Og það sem að Davíðsálmar eru sungnir og gera það svona til skiptis, þetta tekur korter og þetta er ákveðin iðkun. Alveg rétt eins og að þetta fari með bænirnar á kvöldin er ákveðin iðkun líka. Og það að mæta í samfélag annara sem er að sinna svipuðu, sko. Og það skiptir kannski ekki öllu máli hvort Guð er til eða ekki. Ef þú trúir því að hann sé til og þú ert með einhverja rituala þarna í kringu þig sem gera lífið þitt betra, þá skiptir það ekki höfumáli. Mér finnst það að skipta máli að sé til. Ég fenn að segja það. Þú efast ekki til það? Nei, ekki gram, sko. En reyndar talandum efan, þá er efi partur líka af trúarþroskan. Það má ekki glemma því. Ef maður heldur alltaf barnatrúni sem er falleg og góð, að þá ertu bara þar. En mér finnst það ágætt að minna það sem Páll Póstuli sagði í Kærleiksóðunum, að þegar ég var barn talaði eins og barn og hugsaði eins og barn, svo gerist maður fulltíða, segi svo, ég skil ekki allt núna, nú sé ég í skuggsjá. Það kemur að því að maður sér skýrt og er gjörð og mun þekki eins og maður er gjörþekkt úr orðin. Það er að segja þegar þessari hulu er svipt. Gaman að nefna þetta, sko, hvort hann er til eða ekki og hvort hann er þetta nálgast hann, sko. Ég trúi því að það sé hægt og finn það alveg. En til dæmis Fíló frá Alexandríu sem var gyðinglegur mystíker, mér minnir að hann hafi einhvern tímann talað það, sko, í íhuguninni og bæninu og þessari andlegu iðkun, að það að íhuga Guð og reyna að koma snærun, það er svolítið svipað og þegar Móse gekk á fjallið, manstu, þessi glataði gæt sem að ráfaði meðmörkin í 40 ár með fólkið. Hann fer á fjallið til að hitta Guð og eins og Fíló lýsir í þá segir hann það var bjart neðst, en eftir því sem hann kom nær, að þá fór svona aðeins að þykna, það var skýjað, fyrst láskjað á láþúkublettir, ekki, svo þéttist í raun og veru þokan og myrkrið og eftir því sem kemst nær honum þeim mun skarpar eru skilin og erfiðar að taka þetta litla skref og komast að sem að sjálfsveginn fær ekki nema bara fyrir náð. Nei. Er í þínum huga sama sem merkja milli trúar og vonar? Já, maður trúar og einmitt trúin er von, vissulega. Hún er fleira, hún er líka traust en vonin er bundin trúnni. Trú, von og kærleikur, hann talaði með þetta þrennt Póstulinn, sko, og þetta hangir allt saman. Og náttúrulega þetta með kærleikan, sko, þetta er allt frekar glatað ef maður fær ekki að elska og fær ekki að iðka kærleika. Þetta er gaman að því að Ágústínus talar einhvern veginn þetta í held að sé í Guðsríkinu, þetta er Kífitæti degi, að þá
hann var einu sinni hvattur af akademíkarunum að efast eigin tilvist og þetta kannski eitthvað sem allir sem annarkvort hafa lent í krísu eða íhugað eigin tilvist lendi og segja, þetta ekki allt saman bara blekking? Sem ég vissum að við tveir íhugum okkur einasta degi. Ég ger það gjarnan. Hver á þessu hönd? Hvað er ég að gera hér? Hvort er ég komið að fara? Er ég að ganga til góðs? Já, nákvæmlega. En alltaf hann talar þetta, ok, ég skal velta því fyrir mig hvort að ég sé til í alvörunni. En ef ég er að velta þessu fyrir mér og mér skjáttlast í því að ég sé til, þá er það ég sem er að feila, ekki einhver annar. Og þar að leiðandi ég til. Þetta náttúrulega Descartes sem hann hyrðir þennan frasa 1000 ára seinna. En svo, það sem að mér finnst eiginlega mikilvægur er það að Ágústínus segir svo en þetta skiptir ekkert öllu máli ef ég fæ ekki að elska. Ef að elska Guð sem kemur til mín fær ekki að skína áfram í því sem ég gerir fyrir annað fólk. Þannig að þú getur setið svo kross að Guð og maður og er maður til en svo er það þvertríð því samfélagslega hvernig þú tekur þetta samband sem þú hefur við Guð og breiðir það út til annarra Já. Ég nota stundum þið persónulega til að fjalla samfélagsmál og ég læriði biblíusögur kristinfræði hjá presti austur í Mývatnssveit og ég fekk alltaf 10 nema stundu gaf mér 11. Já, ég hafði mjög mikinn áhuga á því sem ég var að lesa og það var mjög mikil svona heimspekileg umræða í kennslustundunum. Þetta var 2 í viku, klukkan 10 á miðvikudagsmorgnum og klukkan 11 á föstudögum. Ég man þetta, ég man stundaskrána mín og hún var óbreytt á milli ára. Og á þeim árum þá maður býr þarna af skekkt og svolítið einangraði í þessu kyrrláta sveita samfélagi sem að breytast. Iðnbyltingin kom mjög seint í Mývatnssveitina en hún náttúrulega komin með Kröfluvirkjun, Kísiliðunni og öllu nýja fólkinu sem kemur og svona. Og þarna kirkjuna svona alveg höfuðstóð, biblíukennsla eða biblíufræði, kristinfræði, þetta stór hluti af skólastarfinu. Við sungum mikið, þegar þú varst að tala músíkina. Leikritin skiptu mjög miklu máli og öll þessi svona, allur ryþmi skólans, hann var náttúrulega tengdur að einhverju leyti þessu móðurskipi sem trúin var. Svo eins og gengur. Flytur maður að heiman, maður fyrir menntaskóla, maður lendir í lífs- og sólgusjó og maður freyjast eðlilega og allt samfélagið tekur breytingum. Og svo höfum við núna síðustu áratugi orðið vitna að því að ég heldur verðum að nefna biskupsmálið sem dæmi svona hjarðflótta út úr þjóðkirkjunni en veröldin verður líka bara svona að einhverju leyti upplýstari, rökrædni, veraldlegri eða hvað ég á að segja, það verður svona erfiðara. Það dettur algjörlega út tísku að vera trúaður. Þannig hef ég upplifað þetta, svo ég fari mjög hratt yfir flókna sögu. Og svo einhvern veginn man ég eftir bara hellingafréttum þar sem að kirkjan ásvöldið í vök að verjast, starf grunnskólanna áður tengt kirkjunni verður að litlu eða engu. Fyrr en bara á allra síðustu misserum eða árum þá upplifi ég að trúmál eins og ég held ég hafi kallað áðan fari að komast aðeins meir í tísku, umburðarlyndi gagnvart trú og leit gagnvart trú sé að aukast, fordómar gagnvart trú sé aðeins á undanhaldi. Myndirðu segja að þetta væri réttur söguskilningur hjá mér, þessi yfirferð, eða tengir þú sjálfur við þessa samfélagslýsingu eins og ég lýsinni? Já, mörguleiti. Mörguleiti ger ég það. Og mér finnst, já eins og þú segir síðustu misseri, þetta var nú komið í gang fyrir nokkru finnst mér, en ég sé ekki lengur svona þessa hörðu afstöðu svo víða eins og var á móti kristninni. Það var bara nánast ég hvernig að segja þetta, ávísinu þá var ég fáið til þú treðir á Guð. Og ég veit ekki hvað maður lenti oft í partíum í gamla daga að útskýra fyrir fólki að sköpunarsagan gerist ekki í alvörunni, ekki lýst svona. Og syndafallsagan á Adam og Eva, trúir Adam og Eva hafi verið til? Nei, ég gerði það ekki. Ég trúi því að ég sé að Adam og Eva
eru fyrirtaks bara prototípur fyrir akkur maðurinn á þeim stað sem hann er. Og það merkingin, þetta er sko tilvistarleg saga en ekki sagfræðileg. Og fiskarnir og brauðið hjá Jesú kannski fyrst og fremst dæmisaga eða hvað, ég menna. Sennilega, var útilokkar í kraftaverk, en það er hægt að, sko, maður verður að geta að lesa ritninguna með aðeins meiri andagift heldur en það er lest IKEA-bæklingin. Svo hann getur nú reynt á þolrifinu í snátt, ég neita því ekki. En þessar sögur allar og svo líka sem er nokkuð oft erfitt og það er, og ég skil alveg að þú tekur alla ritningun eins og hann er og pikkur út versin að þá eru staðir sem eru erfiðir og illskiljanlegir og festaði við þá bara gerir það. En ég sé miklu fleira í henni sem er til vitnisburðar bara elsku Guðs til mannana og það þarf að geta skralla frá þetta samfélagslega, hvað maður kalla þetta, brutalitet reynilega, eins og var í gömlu samfélagunum. Og Jesús það reynir að þetta á Jesú að þegar maður koma með hórsökukonuna til hans og þá maður til þess sögu, þá lítur hann fram og er að skrifa með fingrunum í sandinn, það kannski var með prík, það segir ekki alveg, og þeir koma með hana og segja lögmáli segir að þið grýta svona konu, hún var staðin á hjúskapabróti, hvað segir þú? Og hann lítur upp og segir, ok, sá sem er syndlaus má byrja. Og þeir voru þó menn til þess að sleppa steinunum og fara. Og það var svo merkilegt að hann er að skrifa í sandin og þetta er eina sem er vottfest að Kristur hafa nokkuð tíma skrifað. Eins forgengilegt og það nú er sko. Og ég vil gjarna líta þannig á að hann sé að skrifa sekt konunar í sandin sem bara svo afmæst, skilur. En alltaf segir hann, farðu og sendið ekki framar. Skilur, þannig er hann að ganga á móti því sem hafi verið kennt áður, skilur. Og kennsla Krists, hún gengur ekkert upp í smáborgarlegu siðgæði þess tíma sem var þetta. Það grýta bersundu og útlöka holdsveika og etc. sko. Já, þarna rúmast náttúrulega í einni sögu alveg gríðarlega mikil og afhjúpandi sannindi okkur sjálf. Já. Eins og er svo víða og það er svona, ég fann fyrir ákveðna söknuði, sko. Svona þegar þetta, ég held ég sé með einhverja barnatrú ennþá, sko, ég veit það ekki. Mér veist ég aldrei sami maður 2 daga í röð, ég veit ekkert hver vaknar, sko. Í fyrramálið. Já, ég er svona einn að heim. En ég upplifi ákveðin svona feginleika af því að bursi frá trúnni þá reyni ég að líta á mig sem andlega veru. Og ég upplifa ákveðin feginleika að það sé hægt að setja andlega umræðu á dagskrá núna eftir svolítið magra tíma sem stóðu yfir dálítið lengi. Hver er þín skýring áður við förum í samtíman og hvað hefur breyst núna? Hver er svona þín skýring á því að það hallaði, ég vil bara segja, hratt undir fæti hjá þjóðkirkjunni nokkuð lengi? Það eru nokkrar. Ég held að tölvöld það byrjað með biskupsmálinu eins og þú segir. Og kannski kemur líka eitthvað óþolgagvart skipulögðum trúabröðum líka. Ég með svo tölvöldum að það var gjarna litið þannig á að sko, einmitt þetta að vera kristinn, að það var ekki meint greindarlegt. Nei. Að þetta væri merkjum að menn væri einfaldir og letur segja sig hvað sem er, sko. Já, og það dugði ekkert að segja þeim að sælir væru einfaldir. Nei, þar fyrir utan. En svo hefum við, og kannski, ég vil ekki segja að það verið bundi við vinstri menn, sko, en það var, gjarna var það, sko. Þess vegna er svo yndislega hressandi að lesa Jóhannes og Köllum, sem var stórkostlega flott trúarskáld líka. Og já, það er margt og tíðarandinn og svo var tíðarandinn einhvern veginn líka þannig að með vísindum og þekkingu og tækni að þá var alltaf að vera að ýta Guði svona aðeins út á jaðari, sko, að pláss fyrir hann sko, í staðin fyrir að hann sé einhvern veginn hvað maður að segja, gegn sýrandi og undir allstæða, sko. Það er líka vandi að myndirnar af Guði sem við gerum, þær eru stundum fyrir Guði. Að sko, Guðfræðingur Pól Tillich talaði þetta, að það er sko að það er myndir sem við gerum okkur ánum. Hann á að vera svona típusveit dæmi með skeggjaði kallinn að í hvítaslopnum, sko. Hann á að vera svona, sko. Og
Guð er bara eins og þessi Guð í Gamla testamentinu sem er alltaf að ljósta og straffa og svo framvegis sko. Þetta eru ákveðna myndir sem gera sér ofta og stundum þær bara fyrir og má sjá mann ekki endilega og kannski eiga mann heldur ekkert að sjá, ég veit ekki, en þá sjá mann ekkert endilega þann Guð sem þarna á bakvið. Og kannski var Kristur að reyna að draga þann Guð fram í sinni kennslu. Já, kannski. Svo náttúrulega hefur grafið undan stofnunum. Frjálshyggja náttúrulega leitið til þess. Það mætti eins halda fram að marxískur feminismi hafi líka verið ákveðin ógn við þessar hugmyndir. Þetta er svona gamalt stöf og þannig að það hefur og svo á einhverju tímabili þá varð umræðan þetta væri bara öfga hægri brjálæðingar sem væru aðhyllast trú og margir óttuðust þá að ganga sömu götu vegna þeirrar merkingar eða stemplunar en núna finnst manni eins og að hver og einn hafi rými til að hafa sínar hugmyndir í þessum efnum án þess að lenda í einhvers konar aðkasti. Já, og ég nú stundum sagt eða gjarnan hreinlega, mér finnst ég sjá það bara árgang eftir árgang hjá fermingarbörnum að maður hugsar heimur batnandi fer og ef maður svona reyna að bera þetta saman við manns eigin börn og það sem maður sér í kringu sig að þá má vera að sumuriti hafi svona verklegri kunnáttu rakaður og dugnaði og það pína sig áfram sem var kannski ekki alltaf endilega gott. En hlutir eins og víðsýni og umburðarlyndi og taka fólk inn og gefa fólki séns á að vera þau sem þau eru, það hefur batnað. Stórkostlega frá minni kynslóð til dæmis. Þú ert að segja internetið sé ekki alls slæmt. Nei, það gutla stundum á því þannig séð, en ég meina ég sé þetta þannig en skýringarnir eru vafalítið margar á hverju þessi dífa kemur og svo þekkir maður það líka að það kemur, ég sé ekki bylting og gagbylting, en hlutinni breytast, það gengur svona í bylgjum og það sem ég meina, við erum að fá töluvert af fermingarbörnum alltaf nokkur hverju einasta ári sem að vilja láta skýrast en voru ekki skýrð sem börna því að foreldrarnir vildu það ekki á þenn tíma. Oft vegna þess að þau vildu bara leyfa þeim að velja þetta sjálf. Fleiri núna heldur en fyrir 10 árum. Já, ég finnst það. Og eru fleiri gestir í kirkjunum við messur? Gjarnan það. Við búum við svolítið erfiðan kost í dómkirkjunni að það eru svo vant með bílastæði að fólk veira sig að koma neyrir. En mér finnst ég sjá aukningu. Náttúrulega COVID fór líka illa með mjög marga kirkjur og þá bæði bara dó fólk og svo náttúrulega hægt að koma en ég að sjá töluvert af nýjum andlitum líka, yngra fólki og og almennt meiri áhuga bara. Já, mér finnst ekki að tekið undir þetta því að ég sæk stundu kirkjur vegna tónlistarinnar sem er flutt í kirkjum og stundum ég að fylgja einhverjum sem að spila músík einhver staðar og ég sé fleiri í kirkjunum í ýmsum sóknum sem ég hef heimsótt núna heldur en dálítið skeið held ég og ég held að margir aðrir prestar en þú haldi því á lofti og það sé svona einhver hreyfing, einhver vakning. En eitt af því sem að maður velti fyrir sér er hvort það er svona núna nokkuð, hvort það geti verið hamfara kvíðin, óttinn við heimsendi sem að við náttúrulega erum að lifa núna ansi ótrygga tíma og ætli það geti verið ein ástæðan að við, ég vil ekki segja neyðumst, heldur við trúum því að það sé gott að leita skjóls í andlegum málum eins og trúnni af því að framtíðin sé viðsjárverð, ótrygg, allt það. Það er ekkert fráleitt. Ég held að það geti alveg verið ein skýringin. Ég er ekki viss með að þetta sé svo eina. En hún er vafalítið mjög mikilvæg. Ég velti líka einu fyrir mér og það er ekkert endilega að vera rétt að þessi
hann stundu talaði alla þessum ungu drengi menn sem að koma í kirkjuna var ekki kallað Church Bro og Bible Bros og hvað þetta heitir allt að þessi áhugi meiri ég upplifir sumpart að þeir sé að leita að þeir og margir aðrir sé að leita í eitthvað sem minn sjá að hafi virkað í 2000 ár að í heimi sem svolítið rótlaus og ismarnir út allt og meira þess að maður komið þangað að þeir skipta engu máli og menn ekki einu sinna festa sig á ideológíur eins og var í gamla daga að þá séu menn að leita margir hverjir að niðaldana einhverju sem virkaði og veit að þá þekki ekki nákvæmlega en þá virðist eins og það hefði hjálpað fólki áður fyrr að leita þangað og það sko mér finnst stórkostlegu kostur hjá þjóðkirkjunni hvað rúmar smart þar innan þú getur farið milli söfnuða og til dæmis helgihaldið er mismunandi áherslur þeir sem það tala eru stundum mismunandi þó að meginlína sé nokkuð skýr en nálganir og þetta sko þessi rúm fyrir alla og ég sé sumstar þá er ásókn í ásókn, já, við getum kallað það en svona þrá eitthvað sem hefur virkað í alla þennan tíma og hefur svona kjölfestu Já, sko íslenska kristnin er sennilega eins umburðarlynd og kirkja getur orðið eða eitthvað? Já, ég vona það þess að týna sjálfur sér að En nú kom það eins og lögrungur framann í andlit margra fyrir nokkrum dögum þegar við heyrðum afstöðu kaþólsku kirkjunnar eða biskupsins hér á Íslandi kanslarans, ég meina það sem að virðist styðja bælingar hjá okkur ef við finnum fyrir samkynhneigð eða einhverju svoleiðis og mörgum fannst þetta bara aftan úr svörtustu forneskju og hrukku svolítið við en á hinn bóginn þá er þetta líka kannski til marks það að við höfum bara ekki gefið gaum að þessum málum ansi lengi bara eins og að trúarstofnanirnar hafi bara ekki skipt neinu máli í opinberri umræðu Já, ertu að meina eins og hjá kaþólikkonum Já. Þetta ætti kannski ekki að koma öllum og óvart Nei, og kannski að því að lúterska kirkjan íslenska er komin á þann stað að sko þetta sem var svo óskaplega heitt umræðefni fyrir 20 árum að það er ekki einu sinni umræðum þetta sko og þetta er algjörlega orðið bara hinn eðlilegasti hlutur eins og maður segir eins og það hjónaband samkynhneigðra ég verða að játa, ég fylgdist ekki alveg nógu vel með þessar umræðu eða heyri hvað hann sagði mér, ég er ekki viss hann hafi beint verið að tala bælingu þannig að ég viti það, heldur að þetta væri eitthvað sálgæsla menn ættu þá bara að lifa hreinlífi í raun og veru er það bæling, ég veit ekki hvort það beint verið að hvetja hann til að láta af því að vera samkynhneigður heldur bara að ástunda það ekki kannski má segja þessi bæling Ég held þú sérst að skilja þetta diplomatíst sko Já, er það? Já, okay. Ég held það sko Já, en eins og ég segi, ég heyrði ekki allt sem hann sagði eða hvernig umræðin er sko Ég vona hann hafi ekki farið þangað en hins vegar það er ekki að koma á óvart að kaþólska kirkjan hefur sér viðhorf af því að það hefur alveg ég held að það hefði ekkert breyst að neina marki reynda með Pope Francis var hann ekki kallað það Jú Frans Páfi að hann var mildur og við sýttum opinn og allt það en ég er ekkert viss hann hafi ætlað að fara þessa leið heldur sko hvað þá að víja konur eða slíka hluti sko En svona fyrir þig, þú hefur verið að ferma áratugum saman ekki satt Jú, ég átti 30 ára vígsluafmæli í síðasta mánuði. Já, til hamingju. Takk fyrir það. Já, skemmtilegt. Eru aðra spurningar í dag heldur en fyrir 30 árum? Á börnunum? Nei, ég held að sé nú yfirleitt það sama, sko. Og þau láta oft, þau treysta trúna, sko, og einmitt spyr hvort maður trúir þess að hinn og hvernig ber að skilja ýmsa hluti og bara förum yfir það. Og En nei, heilt yfir held ég sé ekki. Það er reyndar ein spurning sem kemur inn alltaf, sko. Hvað gerist ef ég segi nei við ferminguna? Það máttu bara fara. Grundvallar spurning. Já, en hún er alltaf skemmtileg, sko.
En sko upplifður þið ekki á kannski einhverju tímabili að þú hefðir veikara umboð í þessum athöfnum heldur en hafið verið kannski ef við förum 30 ára aftur í tíman. Var það ekki svolítið óþægileg tilfinning að vera þín megin í lífinu, í þínu djópi og finna svona áhugaleysi fleiri foreldra og kannski barnanna líka og svona, ég vil bara kalla það veikara umboð. Já, ég veit ekki. Nei, ég fann ekki beint fyrir því. Sko. Er það ekki? Nei, og nei, ég er nú ekki, sko. Eins og einn kollegi mér sagði, ég bara pæklaði mína tunnu, ég bara hélt áfram að gera það sem það gerir og í raun og veru það sama, ég meðan þú leggur það sama þjónustan fyrir 2 og 200 ef við erum að tala útvör eða messu eða þessar athafnir, sko. Þú ert að gera það sama, skiptir ekki máli hvað eru margir. Það var ein ágæti saga á forvera mínum, Jóhanni Þorkelssyni, sem var í prestur í Dómkirkjunni. Hann lendir í því einhver daginn að það kemur enginn til kirkju. Það er bara hann og meðhjálparinn. Messufall, akkurat það sem meðhjálparinn segir. Verður ekki bara messufall, Jóhann minn, hér er enginn. Og þá segir hann, já, sá sem ég kom nú til að hitta, hann er hér. Já, vel svarað. Já, og í raun og veru, sko, þetta með messusóknum og slíka hluti, það hafa allir sínar ástæður eins og eitthvað sagði, þetta vill maður fólk koma en það getur eitt og annað komið upp á. En ég held að mér fannst umboðið raun og veru alltaf því sama, sko, og það, ef maður með embætti, sem þýðir þjónusta, að þá þjónusta maður sama hvers eru margir, sko. Eða hver fílingurinn að þú tala það, sko, að það sé veikt umboð að fólk hafi svona ákveðin fyrirvara á því sem það gerir. Ég upplifi það aldrei. Þeir sem að koma á annað borð, þeir ganga inn í þetta samhengi. Ok. Svo hefur mér dottið í hug að það hvernig sko almenningur er farin að taka mál í ein hendur, samanber sorgarviðbrögð, sjálfsbrotnir hópar á jafningjagrunni, ég missi konuna mína, það er barnið mitt, og ég fer á fund með öðru fólki sem hefur mist maka sinn eða barnið sitt og við ræðum okkur einhvern veginn til gagns út úr okkar krísu saman á jafningja-level. Þetta var náttúrulega ekki fyrir einhverjum áratugum, þetta er svona frekar nýlegt fyrirbæri. Áður þá þurftum við svolítið að treysta á prestinn og kirkjuna í sorgarviðbrögðum og þessum prósessöllum. Þetta náttúrulega er líka breyting sem að kannski, ég vil ekki segja grefur undan ykkar mikilvægi, en það hefur orðið færsla á valdi sem var inn í þjóðkirkjunni til almennings. Það er bara gott, þetta er bara almennu prestdómur. Akkurat. Og ég held að allir þessir hópar sem fólk kemur saman og deilir reynslu séu gríðarlega mikilvægir. Þetta það veit það allir, sko, að það skilur mann engin nema svo sem hefur gengið í svipað. Og ég held að einmitt 12-sporakerfi sé algjörlega brilljant í þessu. Að þeir sem að glíma við þau vandamál sem þar eru, að þeir hitta menn sem að glíma við það sama og tala svo út úr þessum. Ég upplifi ekki að það grafi undan valdi pressus. Ég er bara fegin og himinlifandi að menn finni bjargráð, af því að það snýst sálgæslan að koma fólki á lappirnar aftur, en maður orða það þannig að bara að vinna í sínum málum og koma heilli og sterkari persón út úr því eða vinna með það. Það er bara, og ég get sagt, við vorum með æðruleysismessur á sínum tíma í Dómkirkjunni og þar kom gjarnan einhver og sagði frá sinni reynslu og þær sögur voru svo magnaðar að ég bara misti hjálkana í kjölduna, sko. Hvað þetta er sterkt og hvað þetta er öflugt samfélag, hvað orkan í þessum stundum var góð og falleg og fólk með einbeittan batavilja, eins og það heitir, og þá sá maður, færða manni heim sannir líkum það hvað er nú ofta að gera ýmsa hluti og hjálpa fólki, sko. Það var alveg magnað. Sveinn, rétt í lokin, nýtur þér tónlist mikið til þess að finna sjálfa þig og glæða lífi tilgangi? Já. Ég hef bara oft sagt það að tónlist er farvegur hins heilaga þegar best lætur og getur miðlað ákveðnum hlutum sem að talamál gerir ekki, finnst mér. Ég er nú sjálfur að guttla í músika þess. Já, þú spilar fleiri en eitt hljóðfæri. Já, hann er fæstur útflutnings, en það er píanó og gítar og kontrabassi. Við erum með hljómsveit sem heitir Sálmabandið. Já.
þar sem við spilum sálma og fólk syngur undir, fólk syngur með. Við erum ekki með lead singer, heldur bara söfnir sem syngur. En það tónlistin eitthvað það dásamlegasta fyrir bara í heimi. Ég fer ekkert ofan að því. Ég segi stundum söguna af því sem ég las í viðtali sem Matthías Jóhannesson tók við Var það Páll Ísóls? Nei, Jón Leifs. Já. Og hann, ég nú ekki að endursveita nákvæmlega, það var einhvern veginn þannig að bókmenntir leituðust við að varpa ljósi á raunveruleikann, myndlistin lyfti veruleikanum í æðra veldi, en tónlistin sjálfur Guð almáttugur, sagði Jón Leifs. Já, ok. Þetta mun heita skurguðadýrkun í mínu bókum. En ég skil hvað það meinar. Já, við skiljum hvað það meinar. Já, hún er fallegast í heimi og ef við erum að tala um núvitund, þá ekkert eins mikil núvitund, þeir ekki allir að biðja hana, eins og þetta að spila tónlist og þú slærð nótuna og hún farin, þú getur ekkert stjórnað henni meira. En þetta momenti, þetta andartæki. Jónas úr Kötlum, ég nefndi hann aðeins á það. Og ég fer gjarnan með vísu, eitt ljóð úr kvæði sem hann orti mugg við útfarir. Það sem maður að velta fyrir sér fortíð og framtíð og hvernig þetta saminast í eitt, sem sirka svona. Með blóðsins dyn í brjósti við bergjum loksins hér á því sem var og verður í vitund þess sem Við finnum allt í einu að eilíðin hér. Konsentrerað í einu andartaki. Tónlistin þetta. Þetta magnað. Já. Þetta frábær lokaorð. Takk fyrir komuna, Sveinn. Takk fyrir. Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samfylgdina í kvöld. Við sláum þá botnin í þáttinn. Ég minni ykkur á sem ekki hafi gerst áskrifendur að samstöðinni að það hægt að styrkja okkur fyrir aðeins krónur 2750 með því að fara inn á vef samstöðurinn samstöðin.is og haka þar við áskrift ef við skrollið aðeins niður á síðunni. Og það sú fjárhæð mánaðarleg kann að skipta því litlu sem engu máli en getur haft allt um það að segja að við getum haldið áfram að tala hér við ykkur og búa til efni fyrir ykkur í ykkar eigu. En þetta með lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.